Góðan daginn. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þessi fundur númer 1587. Hann haldinn í fundarsal Ráðhússins 25. október kl. 17:00. Bæjarfulltrúinn Páll Magnússon hefur boðið forföll og í hans stað kemur Anita Jóhannsdóttir bæjarfulltrúi og ég býð hana velkomna á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Í fjarveru forseta stýri ég, Helga Jóhanna Harðardóttir, varaforseti fundi. Áður en við göngum til eiginlegra dagskrár vil ég bera fram tillögu að taka inn með afbrigðum fundargerð bæjarráðs síðan í hádeginu í dag, fundur númer 3181. Bæjarfulltrúar ættu að vera búnir að fá fundargerðina í tölvupósti og þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir afbrigðunum gjöru svo vel að gefa frá sér merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá segi ég fund settan. Á dagskrá eru 12 mál, 3 almenn erindi og 9 fundargerðir til staðfestingar. Númer 1 er fjárhagsáætlun fyrir árið 2023, fyrri umræða. Númer 2, 3 ára fjárhagsáætlun 2024-26, fyrri umræða. Númer 3, umræða samgöngumál. Númer 4, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, númer 371. Númer 5, fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja, fundur 3179. Númer 6, fundargerð framkvæmda og hafnaráðs Vestmannaeyja, fundur 279. Númer 7, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja, númer 372. Númer 8, fundargerð fræðsluráðs Vestmannaeyja, fundur 364. Númer 9, fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráðs Vestmannaeyja, fundur 284. Númer 10, fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja, fundur 3180. Númer 11, fundargerð framkvæmda og hafnaráðs Vestmannaeyja, fundur 280. Og svo 12. mál dagskrá fundargerð bæjarráðs síðan í dag, fundur 3181. Við skulum hefja dagskrá. Tekið skal fram að undir fyrsta og öðrum lið hafa bæjarfulltrúar ótakmarkaðan ræðutíma og mega koma tvisvar upp. Við tökum fyrir fyrsta mál dagskrá sem er fjárhagsáætlun fyrir árið 2023, fyrri umræða. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, verður með framsögu og gjörðu svo vel. Forseti, fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2023 er nú lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 25. október 2022 í samræmi við samþykkt ferli og ákveðnar forsendur við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði í dag 25. október og vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. greina sveitarstjórnarlaga númer 138 frá árinu 2011 og 51. grein bæjarmálasamþykkta Vestmannaeyjabæjar. Gert er ráð fyrir að síðari umræða og afgreiðsla áætlunar verði í bæjarstjórn þann 1. desember 2022. Samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram 3 ára fjárfestingaráætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2024, 2025 og 2026. Vinnulag í fjárhagsáætlunargerðinni með þeim hætti að bæjarráð samþykkir forsendur fyrir áætluninni sérstaklega. Framkvæmdastjórar og fjármálastjóri taka við þeim forsendum og hefja undirbúning í samræmi við það. Framkvæmdastjórar fara yfir forsendur og áætlun með forstöðumönnum, stofnana bæjarins og fagráða og fara svo yfir sína málaflokka, fagráð með framkvæmdastjórum hlutaðeigandi sviðs á óformlegum fundum áður en framkvæmdastjórar skila áætlun til fjármálastjóra sem setur áætlunina saman eins og sagt er. Bæjarfulltrúar hittust á vinnufundum til þess að fara yfir eignfærslur, það er verklegar framkvæmdir og gjaldfærðar sérsamþykktir sem bókast inn á rekstur málaflokka. Haldinn verður vinnufundur bæjarfulltrúa á milli fyrri og seinni umræðu áætlunina þau mál sem út af standa eftir fyrri umræðu og þær breytingar sem kunna að koma upp. Einnig fara framkvæmdastjórar aftur yfir sína málaflokka á milli umræðuna. Það eru áskoranir í rekstri sveitarfélaga. Á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga kom fram að 30 af 64 sveitarfélögum eru undir eftirlitsnefndar fjármála með sveitarfélögum.
sem mikil fjölgun og sýnir að mörg sveitafélög að glíma við miklar áskoranir í rekstri, fjármögnun lögbundinna verkefna, eiga við tilheyrandi lausafjárvanda, rekstrartap, skuldasöfnun, en þrátt fyrir þetta umhverfi gert ráð fyrir að staða Bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Bærinn mun áfram gera ráð fyrir fjárveitingum til framkvæmda, meðal annars til að ljúka við þær framkvæmdir sem voru á áætlun til að bæta þjónustu við bæjarbúa. Í fjárhagsáætlun lögð áherslu á ábyrga fjármálastjórnun þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlaðum tekjur. Stefnt að rekstrarafgangi og jafnframt stefnt að því að lækka skuldir enn frekar á næsta ári og að A-hluti Bæjarsjóðs við fjármálastofnanir verði orðinn skuldlaus innan 2 ára. Hafnarsjóður orðinn skuldlaus og eftir árið 2024 verða skuldir félagslega íbúða eingöngu bundnar við Íbúðalánasjóð, sem hefur verið mikið í umræðunni þessa dagana. Skuldaviðmið verður áfram langt innan fjármálareglna. Útsvar er stærsti tekjuliður bæjarfélagsins eins og annarra sveitarfélaga. Helsti óvissu þátturinn við fjárhagsáætlunina tengdur aflabrögðum og svo auðvitað niðurstöðu viðræða milli aðila á vinnumarkaðum kjarasamninga sem margir hverjir verða lausir á næsta ári. Ljóst að hvort tveggja getur haft töluverð áhrif á afkomu sveitarfélagsins. Hvað varðar verklag og framlagningu fjárhagsáætlunar verður svipað fyrirkomulag við það nú og gert var á síðasta ári. Fjárhagsáætlun verður að mestu lögð fram með heildrænum hætti, það sérsamþykktir í formi átaksverkefna, önnur tímabundin verkefni, fjárfestingar, framkvæmdir og viðhald tekið inn í fjárhagsáætlunina við framlagningu til fyrri umræðu. Með því strax komið inn í fjárhagsáætlunina skýrum pólitískum áherslum fyrir næsta ár, sem og öðrum sérstökum áherslum sem ákveði verður að greiða fyrir í formi fjárheimild á næsta ári. Ákveðin mál verða rædd á milli umræðina og þau snúa að uppbyggingu íþróttamála, meðal annars gervigras, viðbyggingu og uppbyggingu búningsklefa við íþróttamiðstöðina og minnisvarða í tengslum við það að 50 ár verða liðin frá eldgosin á Heimaey á næsta ári. Einnig ný rekstrarverkefni eins og fyrstu skref í sköpunarhúsi vísir að sköpunarhúsi og fyrstu skref og einnig áframhaldandi uppbygging göngustíga. Sett hefur verið á laggirnar einkahlutafélag í eigu bæjarins Eygló ehf. Sem annast lagningu ljósleiðara inn á hvert heimili og til fyrirtækja í Vestmannaeyjum. Haldið verður áfram framkvæmdum við það og mun það félag halda áfram framkvæmdum á árinu 2023. Vestmannaeyjabær hefur veitt félaginu lán fyrir framkvæmdum samkvæmt samningi þarum. Starfsemi félagsins hefur ekki bein áhrif á rekstur Vestmannaeyjabæjar. Við seinni umræðu ættu því einungis þau verkefni sem standa eftir, sem á minniháttar breytingar og kerfislegur útreikningur, jafnframt upplýsingar áætlaðar tekjur, verðlagsþróun og fáar áherslubreytingar og inn í þetta getur líka jöfnunarsjóðurinn spilað. Við erum með áætlun framlög hans á næsta árið sem gætu breyst á milli umræðna. Jafnframt verður við seinni umræðu sérstaklega farið yfir eignkvarða framkvæmdir og gjaldfærð áhersluverkefni sem verður gerð sérstaklega hátt undir höfði við þá umræðu. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023 var horft til spár vísitölu neysluverðs og kjarasamninga opinberra starfsmanna. Í síðustu þjóðhagsspá Hagstofu Íslands gert ráð fyrir 2,9% hagvexti á næsta ári. Forsendurnar gera ráð fyrir það bil 3,5% hækkun á launum sem í samræmi við hækkun kjarasamninga opinberra starfsmanna en launaáætlunarkerfi bæjarins sækir umræddar hækkanir sjálfkrafa inn í launakerfið. Gert ráð fyrir annar rekstrakostnaður hækkun 4% á milli ára þar sem raunveruleg vísitöluhækkun árinu 2022 töluvert hærri en vísitölu spá sama árs raunverulega hagræðingarkröfu á öll svið bæjarins varðandi annan rekstrakostnað að ræða. Gengisþróun hefur mikil áhrif á afkomu Vestmannaeyjabæjar þar sem útflutningsstarfsemi undirstaða atvinnulífs. Þar sem óljóst gengi krónunnar, aflablöð og aflaverðmæti, eins og áður sagði, ekki gert ráð fyrir í útreikningum á útsvarstekjum Vestmannaeyjabæjar að gengi krónunnar sveiflist mikið og þar að auki hefur markaðsvirði á ólíkum aflategundum áhrif á tekjur.
Þannig það ákveðnir óvissu þættir í áætlunina eins og hefur komið fram. En samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta sveitasjóðs verði 166 milljónir og tæplega 220 milljónir í samstæðureikningi A og B-hluta. Veltu fyrir rekstri áætlað 751 milljón rúm hjá A-hlutanum og 953 milljónir rúmar í samstæðunni. Að ræða rekstrarafkomu ársins, afskriftir og breytingar á lífeyrisskuldbindingum og verðbætur og skuldum og eignum. Við framlagningu áætlunina við fyrri umræðu áætlað að viðhald húsa verði 112 milljónir, aðrar gjaldfærðar samþykktir án viðhalds húsa verði rúmlega 266 milljónir og eignfærðar framkvæmdir 736 milljónir. Fjárhagsstaða Vestmannaeyjabæjar sterk, skuldir eru mjög lágar og langt undir viðmiðunarmörkum sveitarstjórnarlaga, þar sem kveður á skuldir séu ekki hærri en sem nemur 150% reglulegum tekjum. Í ársreikningi fyrir árið 2021 var skuldaviðmið hjá A-hlutanum 13% og skuldahlutfallið 121%. Hjá samstæðinu var skuldaviðmið 14,3% og skuldahlutfallið 79,4%. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2023 áætlað skuldahlutfall hjá A-hlutanum 98,4% og skuldahlutfalli hjá samstæðinu 74,8%. Það eru því sveitarfélögin sem geta státað af svo góðri skuldastöðu. Samið var við allflest stéttarfélög opinberra starfsmanna á árinu 2019 og 2020. Samningar við opinberra starfsmenn sveitarfélaga eru því flestir lausir nú á árinu 2023. Það því ómögulegt að spá fyrir hvenær aðilar vinnumarkaðarins ná saman kjarasamninga og fjárhagsleg áhrif þeirra á einstök sveitarfélög í landinu. Við fjárhagsáætlun næsta árs undirbúin sérstök launaáætlun sem sækir, eins og áður sagði, launakostnað einstakra starfsmanna í fjárhags- og launakerfi bæjarins. Með því gefst nákvæmari mynd af raunverulegum launakostnaði. Samanburður milli ára leiðir þannig í ljós misháar breytingar á launakostnaði, það sem áhrif ólíkra kjarasamninga vega misþungt á stofnanir. Að öðru leyti skýrast breytingar á launakostnaði milli ára af nákvæmari áætlun og ólíkum kjarasamningum. Við áætlun á framlögum frá jöfnunarsjóði horft til áætlunar sjóðsins. Í fjárhagsáætlun þessari gert ráð fyrir að framlagið verði 791,5 milljónir frá jöfnunarsjóðnum sem 22% rúmum hærra en áætlun þessa árs þar sem framlagið var rétt tæpar 650 milljónir. Að ræða áætlað framlag frá sjóðnum fyrir árið 2023 en ekki úthlutun. Mikil lækkun var á úthlutun sjóðsins á meðan á COVID stóð og nú hefur framlagið aftur hækkað og komið nálægt því sem það var fyrir COVID. Forsendur fjárhagsáætlunar Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2023, það álagning útsvars verði óbreytt 14,46%, álagning fasteignaskatta og íbúðarhúsnæði sem A-flokkur lækki milli ára úr 0,281% í 0,268% og álagningarhlutfall fasteignaskatts í C-flokki sem meðal annars á atvinnuhúsnæði lækki á milli ára úr 1,45% í 1,4%. Álagningarhlutfall opinberra stofnana sem B-flokkur helst óbreytt á milli ára eða 1,32%. Að rekstrarniðurstaða A-hluta verði jákvæð og gert ráð fyrir, eins og áður sagði, tæplega 166 milljónum í jákvæðum afkomu næsta árs við fyrri umræðu. Reglur lækkun á fasteignaskatli elli- og örorkulífsþega tekjulágra njóti áfram afsláttar af fasteignaskatt og sorpeyðingargjöldum og gert ráð fyrir sama fyrirkomulag þessu ári enda bundið í lög. Frístundastyrkur verður í boði fyrir hvert barn á aldrinum 2 til 18 ára að upphæð 50.000 á árinu 2023 og það 15.000 króna hækkun. Hún var hækkað 15.000 krónur í fyrra en helst óbreyttur núna. Frístundastyrkurinn í Vestmannum svo hæsti á landinu fyrir utan höfuðborgarsvæðið og hefur styrkurinn tvöfaldast á síðustu 4 árum. Áfram gætt aðhalds í rekstri og stunduð hagkvæm innkaup
og þjónusta við bæjarbúa verði eins og best verður á kosið. Lögð var fram tillaga í bæjarráði fyrr í dag hvernig fara beri með gjaldskrá fyrir það þjónustu Vestmannaeyjabæjar sem átti eftir að taka afstöðu til. Þar með tali gjaldskrá sem snúa fjölskyldufólki sérstaklega, leikskólagjöld, matarkostnaði fyrir börn í grunn- og leikskólum, dagvistagjöld og frístund. Þá eru áfram horft til og jafnframt varðandi matarkostnaði eldri borgara. Lagt var til við bæjarráð að hóvar hækkun verði á gjaldskrá á næsta ári, eða lagði bæjarráð til, eða 5%, sem aðeins helmingur af þróun vísitöluverðs, sem kemur til að því að það hefur verið stefna sveitarfélagsins að halda sér nokkurn veginn svona sem í meðaltali varðandi þessi gjöld og þá þótti bæjarráðið eðlilegt að taka þessi 5% inn núna. Tekin hafa verið skref í 8 gjaldfrjálsum leikskóla og á 5 ára deildinni eru 7 tíma vistun og fæði gjaldfrjáls. Á þessu kjörtímabili verður leitast við að gera þessi gjöld sanngjörn og samkeppnishæf önnur sveitarfélög. Mikilvægt er að hlífa þessum viðkvæmum hópum viðskiptavina bæjarins eins og kostur er. Skipting skatttekna. Útsvarið. Áætlaðar útsvarstekjur á næsta ári eru 3.400 milljónir og gengið út frá óbreyttri útsvarsprósentu og gert ráð fyrir því að útsvarstekjurnar 2023 verði sambærilegar raun útsvarstekjum 2022 og er það því varlega áætlað fyrir næsta ár. Skatttekjurnar án jöfnunarsjóðs eru 3.913 milljónir og eins og áður sagði, þar af eru 3.400 milljónir útsvar, fasteignaskattur nemur 457 milljónum, lóðaleiga 115 milljónum og framlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga eru áætluð 791,5 milljón eins og áður hefur komið fram. Það eru alltaf óvissur og óvissa í samfélagi eins og Vestmannaeyjum og meðal annars í sjávarútvegi og sérstaklega á það við úthlutun loðnukvóta. Þrátt fyrir það að það sé búið að gefa út upphafsspá í loðnu og það sé kannski hagstæð spá framundan, þá eru alltaf æskilegt að áætla varlega hækkun á útsvarstekjum á milli ára og það er bara vinnulag sem viðhaft hefur verið hjá Vestmannaeyjabæ og við höldum því áfram og það er í rauninni uppreiknuð útsvarstekjuspá fyrir árið 2022 hjá fjármálastjóra sem er forsenda útsvarsteknanna sem eru settar inn í áætlun fyrir 2023. Gert er ráð fyrir, ef við tölum fasteignagjöldin, þá er gert ráð fyrir að fasteignaskattur og íbúðarhúsnæði lækki milli ára í 4. sinn á síðustu 5 árum, eins og áður sagði úr 0,281 í 0,268 fyrir árið 2023 og álagningin á atvinnuhúsnæði lækki líka 3. ári í röð úr 1,45 í 1,4 á næsta ári. Með þessu móti verður dregið úr áhrifum þess að hækkun fasteignamats auki álögur og íbúa fyrirtæki í Vestmannaeyjum. Mikilvægt er að kjörnir fulltrúar séu vakandi yfir þeim áhrifum sem hækkandi fasteignamat hefur í för með sér og í því ljósi hefur álagningarhlutfalli undanfarið ár verið lækkað jafnt og þétt til hagsbóta fyrir íbúa fyrirtæki í Vestmannaeyjum. En við förum þá aðeins yfir jöfnunarsjóðinn. Eins og áður sagði er gert ráð fyrir 791,5 milljónum frá sjóðnum fyrir árið 2023. En á síðasta ári var áætlun upp á tæplegar 648 milljónir. Töluverð skerðing var á framlögum sjóðsins árið 2020 og 2021 vegna tekjuskerðinga jöfnunarsjóðs á völdum COVID, þar sem ríkið sem greiðir í rauninni 20 milljarða rúmlega inn í þessa 55 milljarða sem jöfnunarsjóðurinn hefur til umráða, að þeirra framlag skertist mjög mikið og svo auðvitað líka afkoma sveitarfélaga og þá skerðist framlagið. En það eru auðvitað útgjöld á jöfnunarframlagið sem vegur þyngst í þeim framlögum sem koma frá sjóðunum til Vestmannaeyjabæjar og er alltaf rúmlega helmingurinn af því sem að sveitarfélagi fær úr sjóðunum. Í fjárhagsáætlun 23 eru framlag sjóðsins áætluð 15% áætlum skatttekjum en voru komin hátt í 20% fyrir COVID. Þá skoðum við aðeins skiptingu málaflokka aðalsjóðs sem hlutfalla skatttekjum. Launakostnaðurinn er áætlaður samtals 2.723 milljónir rúmar fyrir árið 23 í A-hluta sem er 8,6% hækkun frá fyrra árs.
Það gefur ekki glögga mynd af launaþróun að ræða prósentuhækkun milli ára þar sem launahækkanir eru misjafnar milli ólíkra hópa starfsfólk. Það eru laun taka ekki almennum prósentubreitingum eins og oft áður. Langstæðsti hluti aukins launakostnaðar stafar að samningsbundnum launahækkunum. Sami var launahækkanir og styttingu vinnutíma við þorra starfsfólk Vestmannaeyjabæjar á árinu 2020 og stytting vinnuvikunar tók gildi á árinu 2021. Meginhækkun launakostnaðar innan málaflokks fræðslumála, enda grunnskólinn og leikskólinn langstæðstu einstöku vinnustaðir Vestmannaeyjabæjar. Líkt og síðast ári launaáætlunum mun nákvæmari við gerð þessa fjárhagsáætlunar heldur en áætlanir árin á undan þar sem raunlaunakostnaður sótturinn í kerfið eins og áður sagði. Í samstæðureikningnum gert ráð fyrir að launakostnaðurinn verði 3.848 milljónir tæpar sem 9,4% hækkun fyrir fjárhagsáætlun fyrra árs. Samstæðan án Herjólfs 2.948 milljónir. Herjólfur bætir náttúrulega gríðarlega miklu inn í samstæðuna. Eins og sést á þessu. Það þarna lína það sem að Herjólfur tekin án, það sem í raunin launin eru tekin án Herjólfs. Það hérna gráa línan. En tekið tilliti kjarasamninga, raunlaunkostnaðar, starfsmat og varpana í áætluninni og fjallar ef það einhverja breytingar og starfsmannahaldi í hlutaðeigandi málaflokkum en það algjörlega hverfandi. Annar rekstrakostnaður. A-hluta áætlaður 1879 milljónir sem 5,9% hækkun milli ára og rúmir 3 milljarðar hjá samstæðinu sem 7% hækkun milli ára. Í A-hluta annar rekstrakostnaður af frátöldum innri færslum sem nema 1.065 milljónum og í B-hluta nema innri færslur 51 miljón. Samtals annar rekstrakostnaður með innri færslum 2.944 milljónir í A-hluta og 3.079 í samstæðinu eins og kemur fram í rekstraryfirlitinu. Þá kíkjum við aðeins á einstaka málaflokka og helstu stærðir. Megin útgjaldaþættir félagsþjónustu tengdir þjónustu íbúum fyrir fatlaða á Strandvegi 26, heimavinnu og hæfingu, stuðningsþjónustu, skrifstofu félagsmálastjóra, þjónustu fyrir eldri borgara, fjárhagsaðstoð, dagdvöl, aldrara og umsjón með málefnum fatlaðra. Málaflokkurinn, hann hækkar tæpar 53 milljónir frá áætlun ársins 2022 eða 10,3% á milli ára en inn í þeirri hækkunin í rekstrinum eru sérsamþykktir upp á 15 milljónir. Launakostnaðurinn hækkar rúm 10% sem stafar aðallega innleiðingu farsaldalaga, breyting á barnaverndarþjónustu, áframhaldandi þróun og uppbyggingu á stuðningsþjónustu sem nær orðið við mun meira en bara þjónustu við aldra og fatlaða og endurmati á þjónustu við fatlað fólk. Búið að ráða inn iðjuþjálfa í samvinnu við dagdvölina til að sinna heilsutengdum heimsóknum og mati á þjónustu heima fyrir sem á að mæta kröfum dagdvalarnum slíka þjónustu til að geta nýtt sín heimild sértæk dagþjálfunarrými sem við tókum í gildi núna þessu ári. Ákveðin óvissa með verkefni tengdu móttöku flóttafólks en ríkið hefur leitað til sveitarfélaga þátttöku. Því mun fylgja aukin verkefni og hugsanlegur aukakostnaður vegna starfsmanna og þjónustu þörf sem sveitarfélagi þarf að taka á sig. Ekki liggur endanlegur kostnaður fyrir en fjármagnið á að fylgja frá ríkinu en það verður bara að segjast eins og að sporin hræða í því tilefni. Meðal annars ef við horfum til málefna fatlaðs fólks sem ég fer aðeins yfir hér á eftir. Samkvæmt því sem kemur fram á ríkinu það á ekki að falla kostnaður á sveitarfélögin en sveitarfélög hafa verið hikandi að skrifa undir samninginn sérstaklega varðar skólaþjónustu og aðra þjónustu við börn. Umsjón málefni fatlaðra hækkar 5,4% en það skýrist aðalega tvennu. Annars vegar að vera að sameina lið 150 við 151 sem var ráðgjafa þjónusta hérna á leikfangasafn sem var sameinað undir eitt lið 150. Framlag til málaflokk fatlað fólks frá ríkinu stendur ekki undir kostnaði sem kallar á tvennt. Annars vegar að leita eftir leiðréttingu að hálfu ríkisins varðandi framlagið og það hafa sveitarfélögin þegar gert. Og til þess að geta sinnt þessari lögbundnu þjónustu, hins vegar að leita leiða til breytinga og hagræðingar í þjónustunni innan málaflokksins. Rekstur kjarnans, þjónustukjarnan fyrir fatlað fólk,
hækkar 12,8% og þar vegur þyngst áhrif vinnutímastyttingar sem hefur mjög mikinn kostnað í för með sér það sem vaktarvinna og sérstaklega heils- eða sólarhringsþjónusta. Af því það nefnilega ekki þannig að það sé að setja pásu í einhvern ákveðin tíma þegar það verið að taka utan á fólk og vinna með fólk. Og auk þess hefur líka skammtíma vistunin á kjarnanum, það verið að nýta hana meira og það kallar á viðbótar starfsfólk. Og heilbrigðismálin, það umhverfis- og heilbrigðisnefnd í rauninni bara undir þessum lið. Hér eingöngum að ræða eftirlitsgjöld sem upp á 6,9 milljónir og breyting fyrir áætlun þess ás stafar raunverulegum kostnaði vegna eftirlitsgjalda frá heilbrigðisnefnd Suðurlands. Þá það fræðslu og uppeldismál. Á þessu kjörtímabili hefur aukin áhersla á fræðslu og uppeldismál. Á þessu kjörtímabili mun verða aukin áhersla á fræðslu og uppeldismál alveg svo því síðasta og sjást þess merki í þessar áætlun. Framlag til fræðslu og uppeldismála orðnar tæpar 2300 milljónir. Kostnaður við málaflokkin hækkar 10,5% á milli ára 2022 og 2023 og hækkun launa 8,8% á milli ára. Sérsamþykktir í málaflokknum upp á 22,5 milljónir og fara þær inn í reksturinn. Fræðslumál hækka 204 milljónir og kostnaðurinn við leikskólamálin hækkar hlutfallslega mest eða 27,6% á milli ára, tæplega 150 milljónir og þetta 72% hækkunin. En það vegna þess að það var tekin ákvörðun það að fjölga leikskólaplássum í hátt í 30. Þannig við erum að kaupa aukna þjónustu í rauninni af bæði stofnunum okkar og Sóla. Þannig kostnaðurinn við hvert leikskólapláss tölverður og þegar tekin ákvörðun að bæta svona í sem jákvætt að mörgu leyti vegna þess að hér börnum að fjölga og fólk að flytjingað en þá kostar þau tölverða peninga. En eins og ég hef sagt á nokkru stöðum áður, þetta eru miklu peningar, við erum að fara vel með þá, en við erum auðvitað að fjárfesta í framtíðinni. Þá við komum að grunnskólanum, þá kostnaður við hann á árinu 2023 nemur 1192 milljónum sem 3,7% hækkun. Áætlaður heildarfjöldi barna í grunnskóla Vestmannaeyja 547 á haustönn en voru 540 skóla árið áður. Leikskólarnir kostnaði við leikskólana á 5 ára deildina við Hamarsskóla árið 2023 697 milljónir eða eins og áður sagði tæplega 28% hækkun. Heildarfjöldi barna í dag eru 222 en verða 230 áramót. Við erum nú þegar búin að taka hluta inn af þessum fjölgunarplássa sem við gerum strax í haust og verðum vonandi bara mjög nálægt áramótunum búin að fara inn. Kirkjugerðar mun taka inn börn núna á haustmánuðum og svo munum við að tekin inn börnum áramót á Sóla. Tónlistarskólinn kostnaði hann 105,5 milljónir og það 3,1% hækkun. Heildarfjöldi nemenda 111 og af þeim 23 fullorðnir og 88 börn. Skoðum aðeins útgjöldin. Úps, ég fór baka. Það hérna menningamálin. Fjárveitingar til menningamála nema tæpum 334 milljónum sem 11,3% hækkun á milli ára eða 23,7 milljónir sem stafar að mestu leyti að sérsamþykktum sem inn í málaflokknum sem 19 milljónir og þar svo einhverjar launahækkanir þarna og þá aðalega í safnahúsi en það átaksverkefni í safnamálum sem koma inn á þetta ár og það skráning safnmuna og svo það fjárheimildir vegna 50 og 60 ára viðburða vegna þessari 50 og 60 ár frá eldsumbrotum á Heimaey og í Surtsey. Saman þetta 19 milljónir. Aðrir liðir að mestu óbreyttir og hækka bara 4% eins og gildir almennt annan rekstrakostnað en laun.
hér komið. Þetta er eitthvað. Nú erum við aðeins að stjarnast hérna. Það voru ekki alveg. Þetta er íþrótt æskulýðsmál, það voru ekki alveg réttar glærur, ég byrðist forláts. Það eru ekki réttir í röðsigu, glærurnar. Æskulýðs- og íþróttamál. Útgjöld til æskulýðs- og íþróttamál eru áætluð 806,5 milljónir og hækka 6,2% milli árana 2022 og 2023 og sér samþykktir inn í þessum málaflokki nema 10 milljónum. Áfram er boðið upp á frístundastyrk fyrir 2 til 18 ára börn sem er 50.000 krónur eins og áður hefur verið farið yfir. Undir þessum málaflokki er íþróttamiðstöðin kostnaðarsamasti rekstrarliðurinn og þar sem mikil viðhaldsþörf er til staðar. Jafnframt er undir þessum lið styrki til íþrótta- og tómstundastarfs í Vestmannaeyjum. Fjalla verður nánar aðkomu bæjarins til uppbyggingar og íþróttaaðstöðu milli umræðan í fjárhagsáætlun eins og áður hefur verið getið. Verið er að vinna skýrslu uppbyggingu sem tafist hefur mjög og ekki verið hægt að ljúka fyrir en upplýsingar liggja fyrir frá IBF Íþróttafélagi. IBF Íþróttafélag hefur ekki skilað inn óska nýrri forgangsröðun framkvæmda. Félagið ákvað á dögum að halda sig ekki við þá forgangsröðun sem send var bænum árið hausti 2021 og sveitafélagið hefur verið að vinna eftir. Laun hafa hækkað verulega í íþróttamiðstöðinni vegna vinnutímastyttingar vaktavinnufólks. Eins og áður sagði að þá hefur það mikil áhrif í íþróttamiðstöðinni og í kjarnanum. Jafnframt hefur orkukostnaðurinn aukist á milli ára. Og einnig hefur Vestmannaeyjabær eða á Vestmannaeyjabær hlut í Hásteinsstúku og gera þar ráð fyrir viðbótar ekstrakostnaði vegna þeirra eignar. Ég var náttúrulega búin að fara við menningamálin, það má ekki að sjá glæruna þar. Og þá er það brunamál og almannavarnir. Heildar útgjöld til brunamál og almannavarna nema 65,1 milljón og lækka 5,5 milljónir frá síðasta ári og munar það mestu lækkun rekstrakostnaðar slökkvistöðvar sem núna er eingöngu til nýrra byggingar en ekki tveggja sem var svo hlutur ári á síðasta ári. Lækkun fjárheimilda og líka lækkun fjárheimilda sem var sér samþykkt upp á 5 milljónir á síðasta ári, hún náttúrulega er ekki inni núna en það var til þess að tækja upp aðgerðastjórn sem er búið að koma fyrir á efri hæð slökkvistöðvarinnar. Þá fyrir við hreinlætismálin. Framlög til hreinlætismála nema 56,2 milljónum árið 2023 sem er 4 milljón króna lækkun milli ára. Meginhluti útgjalda þessa málaflokk sem er áætlaður 189 milljónir króna árið 2023 er kostnaður vegna sorphurð og förgunar og gjöld til verktaka vegna reksturs skáma og grenndarstöðva. Kostnaður við sorphurð og förgun er samkvæmt samningi bundin í vísitölu en magn sorps hefur samt sem áður mest áhrif á niðurstöðuna. Kostnaður við förgun er háður gjaldskrám rekstraraðila hverju sinni. Síðustu ár hefur almennu úrgangur farið til förgunar til urðunar í Sorpu og Álfsnesi en óljóst hve lengi það verður mögulegt. Dregið hefur þó úr almennu sorpu undanfarið ár sem er jákvætt. Þrátt fyrir það er áætluð heildarútgjöld til þessa mála nema tæplega 189 milljónum, þá nema tekjurnar ekki nema 132,6. Mikla breytingar eru framundan með tilkomi laga hringrásarhagkerfi og meðal annars þurfa sveitafélög að koma sér upp svæðisáætlunum. Svæðisáætlanir innihalda í rauninni í einfaldri mynd framtíðarsýn sveitafélaga í þeim málaflokki. Og hafinn er undirbúningur á svæðisáætlun okkar sem þarf að liggja fyrir áramót á umhverfis- og framkvæmdasviði. Einnig er mikil breyting á gjaldtöku áætluð í málaflokknum. Meðal annars það mun verða innleitt borga þegar hent er og það er ekki það sama og klippikortin heldur á það við í rauninni það sorp sem er að koma frá heimilum og það sem að heimili eru líka út að losa sig við annar staðar. En það verður sem sagt þannig að sá sem að hendir miklu, hann borgar mikið en getur lækkað það með því að flokka. Sá sem er mjög duglegur að flokka og gengur vel rusli sitt með því að vera mjög nákvæmur í því, getur lækkað kostnaðinn sinn. En 50% af
gjöldunum er fasti áfram. Gjöldunum hefur verið skipt jafnt á alla hingað til, en samkvæmt lögunum má setja 50% jafnt á alla, en hinn hlutin á að vera borgað eftir því hvað þú hendir mikið. Það er bara bundið í lög og ekkert sem sveitarfélagi getur gert annað en undirbúa það. Og það kerfi hefur verið í gildi í Reykjavík, þeir hafa reyndar ekki verið að flokka, heldur hefur þetta kerfi verið í gildi með því hversu oft tunnan er tekin hjá þér og það er greitt fyrir tunnuna. Það er annarkvort þyngd eða rúmmál og ég veit að bæjarfulltrúar hafa fengið minnisblað aðeins yfirferðina á þessu og þetta er hlutur sem við þurfum að taka ákvörðun mjög fljótlega. Vert er að brýna fólk áfram til að vanda flokkun en slíkt hefur áhrif á kostnað. Í umhverfisstefnu Vestmannaeyjabæjar er tekið skýr afstaða í úrgangsmálum og lagt til að búið verði til kerfi sem sniðir að því að umbuna þeim sem vinna eftir settu reglum og verklagi. Þannig þar eru við bara sjálfsögðu að fylgja því sem okkur ber að gera. Og er bara gott fyrir umhverfi líka. Eru þá skipulags- og byggingamál. Heildarframlög til skipulags- og byggingamála nema 130 milljónum rúmum og lækka 2,3 milljónum milli ára eða 1,7%. Meginþungi þessa málaflokks er rekstur umhverfis- og framkvæmdasviðs sem nemur rúmum 67 milljónum. Gert er ráð fyrir fjárheimildum til aðal- og deiliskipulags í sérsamþykktum af fjárhæð 25 milljónir. Nýtt deiliskipulag og breytt aðalskipulag í Löngulá eru stæðsta verkefni sem liggur fyrir í þessum málaflokki. Umferð og samgöngumál. Framlag til umferð og samgöngumála er áætlað 61,2 milljónir árið 2023 sem eru 4,6 milljónum hærri framlög en gert var ráð fyrir í áætlun 2022. Hækkunin kemur til að sérsamþykktum að fjárhæð 7 milljónir til gönguleiða á íþróttasvæði og átak í aðgengismálum. Undir málaflokkin fellur viðhald gatna og göngustíga, snjómokstur og götulýsing. HS Veitur hafa sagt upp samningi við Vestmannaeyjabæ þjónustu gatnalýsingar sem þýðir aukið rekstrakostnað bæjarins vegna þess. Unnið er að uppbyggingu kerfisins með því að leddvæða gatnalýsinguna sem mun skila sér í sparnaði til lengri tíma litið. Það sem skýrir það að þó við séum að taka inn aukinn rekstrakostnað inn á þennan lið er að inn í þessum lið er ekki framlag sem var í síðustu fjárhagsáætlun til göngustígagerðar sem við eftir að taka afstöðu til á milli umræðina. Það er búið að sækja áframhaldandi styrki tengda því. Þá komum við að umhverfismálunum. Undanfarin ár hefur áherslan verið á umhverfismál og verður svo áfram á þessu kjörtímabili. Áherslan á þessu ári eru áætlaðar 111 milljónir rúmar sem er 26,4% lækkun milli ára. Það skýrist aðalega af sérsamþykktum í fjárhagsáætlun sem hafa dottið út. Það var bílahleðslustöð, rafmagnsorvar og ýmislegt sem var þarna inni á síðasta ári sem er ekki áætlun 23. Hins vegar verður áfram gert ráð fyrir myndarlegum fjárframlögum til opinna svæða sem eru rúmlega 100 milljónir og það eru sumarstörf og annað þar undir. Og þar á síðustu árum hefur aukist þörf fyrir að svinna fleiri verkefnum í umhverfi Vestmannaeyjabæjar. Mikil umræða verður farið við kostnað og eins og ég áður sagði varandi gönguleiðir sem krossast aðeins inn í þetta og vinnuna í kringum þær. Þá komum við að atvinnumálunum. Heildarframlag til málaflokksins nemur 51,6 milljónum eða 12,4% lækkun frá framlagi ársins 2022. Skýrist svo lækkun aðalega af lækkunum sérsamþykta sem aðeins voru veittar til eins árs. En í sérsamþyktum í málaflokknum eru 15 milljón krónar framlag til ferðamála. Innan þessa málaflokks sem samstarfssamningu við ferðaþjónustuna, aðgerðir til þess að efla atvinnumál og nýsköpun í Vestmannaeyjum og verkefni sem tengjast rekstri tjaldsvæða og almenningssalerna. En síðastnefndi liðurinn hækkar 1 milljón vegna samnings við rekstraraðilum rekstur tjaldsvæðis. Margt spennandi er að gerast í nýsköpun og frumkvöðlastarfi í Vestmannaeyjum og heilmikinn árangur hefur náðst á þessu ári. Áþreifanlegur áhugi er meðal stofnana og fyrirtæki í Vestmannaeyjum og vonandi að sá áhugi raungerist í verkefnum og hugmyndavinnu. Mikilvægt er að halda áfram með þær hugmyndir og tillögur þróun nýsköpunar og frumkvöðlastarf sem búið að leggja grunn af. Einnig skiptir markaðssetning Vestmannaeyja miklu máli fyrir þá starfsemi sem verið að byggja upp og þróun byggðar í Vestmannaeyjum.
Markaðssetning Vestmannaeyja er ekki eingöngu hugsuð fyrir ferðamenn, heldur líka sem frábær fjölskyldu og búsetukostur. Lagt er til að áfram verið stutt við ferðaþjónustu með skipulegri markaðssetningu. Þá förum við aðeins í sameiginlegu útgjöldin. Heildarframlög til málaflokksins nema rúmum 386 milljónum tæpum, en nema rúmum 385 milljónum fyrirgefið, sem 4,7% hækkun frá því í fyrra. Breytingin skýrist aðalega að kjarasamningsbundnum launahækkunum, hækkunum útgjalda til kerfisfræðiþjónustu sem stafar að rekstri nýra upplýsingakerfa, aðalega nýs launakerfis, en jafnframt lækkunar einstakra liða, svo sem aðkeyptri sérfræðiþjónustu. Sérstaki einstaki kostnaðarliður þessa málaflokks er rekstur bæjarskrifstofanna. Gert er ráð fyrir óbreyttu starfsmannahaldi þar á næsta ári, sama á við tölvudeildina, en ákveðið var árið 2021 að ráða annan kerfisfræðingi ótímabundið og það hefur gefist mjög vel og dreigð úr gríðarlega álagi sem fyrir var á kerfisstjóra Vestmannaeyjabæjar og á móti hefur þá verið hægt að bæta í þjónustu við Vestmannaeyjabæ. Undir þessum málaflokk eru ýmis sameiginleg útgjöld bæjarins, svo sem kostnaður við rekstur bæjarskrifstofu eins og áður sagði, bæjarstjórnar, bæjarráð, tölvudeildar, gjaldheimtu, framlög til landshlutasamtaka og annar kostnaður. Breyting lífeyrisskuldbindinga. Gjaldfærsla vegna breytinga á lífeyrisskuldbindingu er komin til vegna bakábyrgða Vestmannaeyjabæjar vegna lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar sem nú er rekin meðal B-deilda sjóða hjá Brú, lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga. Lokað á inngöngu nýrra sjóðsfélaga í lífeyrissjóð Vestmannaeyjabæjar árið 1998 og eru virkir sjóðsfélagar nú 10 og meðalaldur þeirra 62 ár. Af þessum 10 er gert ráð fyrir að helmingur þeirra fara á eftirlaun næstu 5 árum. Lífeyrisþegar sem fá greiddan lífeyri úr sjóðnum eru nú á bilinu 270 til 280. Meðalaldur þeirra er tæp 74 ár og því til viðbótar eiga 500 aðilar geymd réttindi hjá sjóðnum. Flestir þeirra eiga þó lítið réttindi, eru kannski hafa verið í vinnuskóla eða eitthvað svoleiðis hjá sveitarfélaginu, en fyrir séð er að þessi skuldbinding muni með tímanum hverfa úr bókum Vestmannaeyjabæjar. Gert er ráð fyrir gjaldfærslu vegna breytinga á lífeyrisskuldbindingu hjá A-hlutanum upp á tæplega 356 milljónir sem eru 9,1% skatttekjum ársins 2023 og málaflokkurinn breyting lífeyrisskuldbindingar er stærsti málaflokkur A-hlutans. Hjá samstæðinu er gert ráð fyrir gjaldfærslu vegna lífeyrisskuldbindinga upp á 390 milljónir rúmar sem er 63 milljón króna hækkun á milli ára. Þá er það framlög til A- og B-hlutafyrirtækja. Almennt er gert ráð fyrir að aðrir sjóðir og stofnanir í A- og B-hluta séu sjálfbær rekstrareiningar. Eðli málsins samkvæmt eru sumar stofnanir sem ná því ekki og hefur Vestmannaeyjabær undanfarin ár eftir ábendingu frá endurskoðendum lagt fram framlög til þessara stofnana svo þær séu reknar á núlli. Er þetta gert til þess að stofnanir mynda ekki skuld við aðalssjóð sem er fyrirsjáanlegt að það nái aldrei að greiða niður. Þær stofnanir sem ræðir er þjónustumiðstöðin og félagslega íbúðakerfið. Í fjárhagsáætlun 2023 er gert ráð fyrir framlögum upp á 135 milljónir og er það hækkun upp á 10 milljónir á milli ára. Það er að fjármunatekjur og fjármunagjöld. Undanfarin ár hefur Vestmannaeyjar búið með þann munað ólíkt flestum sveitarfélögum landsins að nettóstaða fjármagnsliði jákvæð. Í fjárhagsáætlun ársins 2023 er gert ráð fyrir að nettóstaða fjármagnsliða í A-hluta verði jákvæð 48,9 milljónir. Hjá samstæðinu er gert ráð fyrir að nettóstaða fjármagnsliða verið 34,5. Í ljósi þess að skuldabréfamarkaðurinn hefur reynst eigendur skuldabréfa mjög erfiður frá miðju árið 2021 og óljós merki eru breytingar á næsta ári er gert ráð fyrir töluvert mikilli lækkun fjármunatekja á milli ára af verðbréfaeigum bæjarsjóðs og eru fjármagnstekjur því mjög varfærnislega áætlaðar af fjármálastjóra sveitarfélagsins. Aðri sjóður í A-hluta er eignasjóður. Eignasjóður heldur utanum og rekur alla fasteigna Vestmannaeyjabæjar fyrir utan þær íbúðir sem eru í félagslega íbúðakerfinu. Allar leigutekur eignasjóðs nema leiga á 2. og 3. Ægisgötu til þekkingarseturs og hjúkrunarheimilisins Hrumbúða er innri leiga til stofnana bæjarins. Lagt er upp með að rekstur eignasjóðs er sjálfbær og útlit fyrir að það gangi ekki hefur það í för með sér hækkun á innri leigu til stofnanana.
Við fyrri umræðu gert ráð fyrir rekstrarafgangi eignasjóðs upp á 3,4 milljónir. Þá komum við að þjónustumiðstöðinni. Framlag til þjónustumiðstöðar Vestmannaeyjabæjar áætlað 108 milljónir króna. Hlutverk þjónustumiðstöðar margþætt og nauðsynleg stoðþjónusta við stofnanir og rekstur sveitarfélagsins. Starfsmenn þjónustumiðstöðar sinna meðal annars fráveitu, hreinsun á fráveitukerfum, hreinsunarmálum almennt, jólaskreitingum, umferðarmálum, auk alls kyns tilfallandi verkefna. Að auki þar að finna rekstur sumarstarfsfólk, aðstoða við ýmsa viðburði í bænum, ferðaþjónustu fatlara sem stuðningsþjónustu og sem þjónustuð af starfsmönnum þjónustumiðstöðar. Þá kíkjum við aðeins á B-hlutann og við erum með hérna Hafnarsjóðinn. Áætlun Hafnarsjóðs gerir ráð fyrir rekstrartapi á næsta ári upp á 8,5 milljónir. Hallinn skýrist af mjög háum gjaldfærslum vegna sérsamþykkta að upphæð 137 milljónir. Helstu breytingar á rekstri Hafnar næsta ári snúa að styttingu Hörgerðargarðs sem gjaldfær framkvæmd af fjárhæð 60 milljónir, dýpkun Bæjarbryggju sem líka gjaldfærð framkvæmd að upp að 43 milljónir, orkuskipti Hafna sem líka gjaldfært á 10 milljónir, skipulag við ferjubryggju og framlags til fjárfestingar á nýju björgunarskipi af fjárhæð 7 milljónir. Ef hægt verður að stytta Hörgerðargarðinn fyrir sumarið sem að framkvæmda á Hafnaráð og hafnarstjóri vonast eftir, má búast við að tekjur aukist umfram áætlunina. Í áætlunina gert ráð fyrir 50% fjölgun skemmtiferðaskipa milli ára og það skilst mér nánast það sem búið að bóka. Þannig það gríðarleg aukning. En það eru áhyggjur af stærstu skipunum og það hluti af því sem þessi breyting sem snýr að styttingunni á Hörgerðargarðinum. En það stendur einnig til að ljúka greiningu á gerð stórskipakants og bæta þar aðgengismál á hafnarsvæðinu með gangstéttum og girðingum. Einnig verður farið í það að huga að breytingum á aðkomu að Herjólfi og þar í kring í samstarfi við Vegagerðina. Eins og áður sagði þá eru þetta óvissa með lóðunarkvóta á næsta ári hvað verður mikill og það er ákveðin teikn á lofti varðandi úthlutun á aflaheimildum en tekjur hafnarinnar sveiflast eins og lög gera ráð fyrir mjög mikið með aflabrögðum. Þá er að félagslega íbúðakerfið, helstu breytingarna hér að bætt hafi verið við 7 þjónustuíbúðum fatlaðs fólks og 3 leiguíbúðum fyrir fatlaða. Þjónustukjarnina Strandvegi 26 frábær viðbót við félagslegar íbúðir og kemur til með að bæta heimilisaðstæður og hefur bætt allar heimilisaðstæður íbúa og aðstæður starfsfólks til muna. Þá er það Eigló sem nýtt félag EHF inn í bókum bæjarins. Ákveðið var að setja á laggirnar einkahlutafélag lagningu og innleiðingu ljósleiðara í þéttbýli í Vestmannaeyjum á árinu 2022. Og það skal ítrekað hér að það var ekki val sveitarfélagsins að fara í þá framkvæmd. Markaðurinn hafði ekki áhuga á þessu markaðssvæði nema á allt of litlum hraða. Það hefði tekið mörg ár að koma ljósleiðara hér í samfélagið og við stigum það skref eins og önnur sveitarfélög hafa stigið sem eru á svipari stærð og við og fórum í þetta verkefni. Það er 3 manna stjórn í félaginu og varastjórn, skipuð bæjarfulltrúum, það var ráðinn framkvæmdastjóri í hlutastarf. Tilgangur félagsins er að leggja ljósleiðara á hverju heimili í Vestmannaeyjum í mögulegu samstarfi við einkaaðila sem sýna áhuga á slíku. Fjármögnun framkvæmdar lagningu ljósleiðara verður í formi láns úr aðalsjóði til Eiglóar og eru fulltrúar Vestmannaeyjabæjar og stjórn og framkvæmdastjóri félagsins það bil ljúka samningi lánalínu milli aðila að fjárhæð 180 milljónir. Gert ráð fyrir endurgreiðsla lánsins hefjist árið 2025 þegar tekjur og afnotagjöldum ljósleiðarans eru komnar til að fullu leyti og að lánið verða fullu endurgreitt á 12 árum. Er ræða fjármögnun 2 áfanga af 6. Í þessar 180 milljónir eru fjármögnun að 2 áfangum af 6. Í rekstraráætlun félagsins gert ráð fyrir að útgjöld fyrsta ári verði hærri en tekjur sem sýna neikvæða aðkomu félagsins en ljóst að ljósleiðarar mun borga sig upp á nokkrum árum og að töluverð jákvæð afkoma verði að verkefninu í framtíðinni. Þá er það Herjólfur ohf. Áætlaði rekstrarafkoman Herjólfs verður 2,7 milljónir í fjárhagsáætlun 23. Áhugavert að sjá hversu vel hefur tekist að snúa við neikvæða aðkomu Herjólfs frá árinu 2020-21. Það skiptir mestu máli að samningur Vestmannaeyjabæjar og Vegagerðarinnar rekstur Herjólfs
sem og fagleg vinna stjórnar og stjórnenda og starfsfólk Herjólfs OHF skilaði. Samningur rekstur ferjunnar rennur út í október 2023 og mikilvægt að taka upp samtal við ríkið og Vegagerðin framhaldið sem fyrst og hefur bæjarráð rætt það mál. Gjaldfæri og eignfærðar sérsamþykktir og önnur áhersluverkefni. Fjárhagsáætlun lögð fram til fyrri umræðu með gjaldfærðum og eignfærum sérsamþykktum og framkvæmdum og fjárfestingum. Hins vegar eru ekki allar eignfærslur inni, meðal annars aðkoma bæjarins að uppbyggingu í íþróttamálum sem eins og áður sagði að taka afstöðu með milli umræðuna og hvort það verður inni núna eða ekki. Það að því hægt að átta sig nokkuð vel svona á heildarumfangi áætlunar og flestum pólitískum áherslum strax við fyrri umræðu. En við fyrri umræðu gert ráð fyrir 736 milljónum í eignfærðar framkvæmdir. Gjaldfærðu framkvæmdirnar. Afsakið, ég ætla nú að fara yfir eignfæru framkvæmdirnar, ég ætla ekki að flýta mér þótt að sé nú ansi langt. Að stóru framkvæmdirnar og áherslan sem verður lögð á árinu voru klárar á síðasta ári var til dæmis bygging nýs kjarna, sambýlis, slökkviliðs og ráðhús ýmist lokið eða við það að ljúka. Allar þessar byggingar eru stórglæsilegar og búnar að mestu mögulegum búnaði og aðstöðu fyrir þjónustuþega starfsfólk. Megin áhersla næsta árs verður á nýja viðbyggingu við Hamarsskóla. Að ræða stærstu einstöku framkvæmdina á árinu þar sem gert ráð fyrir 300 milljónum króna til framkvæmda á næsta ári. Með viðbyggingunum verður aðstaða nemenda og kennara stórbætt og tónlistarskólinn mun flytja starfsemi sína inn í bygginguna. Einnig verður bætt aðstaða fyrir frístundaveri sem nú þegar flutt í Hamarsskólann. Ráðist verður í 70 milljóna króna framkvæmdir í tengslu við gámasvæðið og sorpstöðuna með fjárfestingu í vigt, böggunavíl og fleiri sem kemur til með að spara töluvera fjárhæðir við flutning sorps frá Vestmannaeyjum. Gert ráð fyrir það gert ráð fyrir 35 milljónum krónum í dælulagnir til að ljúka framkvæmd undir höfnina sem áætlað var 80 milljónur í á síðasta ári. Hluti af verkinu búinn. 35 milljónir þurfa að fara í viðgerð og útrás sem út af eyðinu og ekki var hægt að gera við í sumar. Gert ráð fyrir 55 milljóna framkvæmd við gatnagerð og athafnasvæði við flugvöllinu og Hvítingavegi 25 milljónir og það gert ráð fyrir þakviðkerum á kirkjugerði og tækjakaupum fyrir efnistökusvæði sem þarf að flytja vegna breytinga og tilfærslu á því svæði sem áður var í Viðlagafjöru en þar nú að koma Laxeldi, þannig að það þarf að fara í burtu með efnistökusvæðið. Alls gert ráð og við snúum okkur þá að gjaldfærslunum sem við svo spennt fyrir á það, þegar konar hér. Að þá gert ráð fyrir tæplega 379 milljónum en inn í því eru 112 milljónir í viðhald húsa. En eru hérna á skjánum dæmi stærstu kostnaðarmestu gjaldfærðu framkvæmdirnar. Jafnframt gert ráð fyrir 11 milljónum til verkefnisins Viltu hafa áhrif og þar sem einstaklingum og fyrirtækjum og félagasamtökum gefst tækifæri á að áhrif á bæinn sinn. Það bárust 25 umsóknir og margar góðar ábendingar að þessu sinni. Verkefnin sem fá styrk verða kynnt við síðari umræðu fjárhagsáætlunar og styrkirnir afhentir í kjölfarið. Bæjarráð mun fara yfir það á milli umræðuna. Þá gert ráð fyrir, eins og ég áður sagði, 112 milljónum í viðhald húsa. En nú fer þessari yfirferð minni fjárhagsáætlun að ljúka en áður en að því kemur langar með að nefna nokkur atriði. Ég tel að þessi fjárhagsáætlun sýnir sterka stöðu við annars erfiðar samfélagslegar aðstæður. Áherslan verður áfram á fræðslu og fjölskyldumál eins og síðasta kjörtímabili. Átaksverkefni Kveikjum neystan sem rannsóknar- og þróunarverkefni hefur fengið verðskuldaða athygli og einnig eru við þátttakendur í verkefnum snemmtaka íhlutun í leikskólum sem í samstarfi við fleiri aðila og það verkefni sem Menntamálastofnun leiðir, þannig það gríðarlega gaman og fróðlegt að fylgjast með hvaða árangri þessi tvö verkefni munu skila okkur í framtíðinni. En ég hef miklar áhyggjur á stöðu málaflokks fatlaðs fólks. Í greiningu starfshóps félagsmálaráðherra rekstur málaflokksins sýnir að hallinn á málaflokknum hjá sveitarfélögunum árið 2020 nam 8,9 milljörðum og ætla má að hallinn á
nú nemi 12-13 milljörðum. Það engin ávinningur af því fyrir ríkið og samfélagið í heild að sveitarfélög taki verkefni með halla eða taki að sér ný verkefni sem ekki fjármögnuð nema litlum hluta. Þetta verða stjórnvöld að fara að skilja og á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga kom fram í máli innviðaráðherra að ríkið hugðist bæta í málaflokkinni gegnum jöfnunarsjóðinn alltaf 5 milljörðum en það bara dugar því miður ekki til að rétta málaflokkin af. Og á árinu 21 þá greiddi Vestmannaeyjabær 40 milljónir með þessu málaflokki gagnvart þessari þjónustu sem við erum að taka yfir frá ríkinu og talan enn hærri á árinu 22. Hamarsskólinn eins og ég áður sagði stóra framkvæmdin á næstu árum og verður í algjörum forgangi. Fjárhagsáætlunin hún endurspeglar traustan rekstur en hægt verður samt á fjárfestingum vegna ákveðnar óvissu í umhverfinu. Það eru fleiri spennandi verkefni framundan í uppbyggingu atvinnulífs í Vestmannaeyjum og mörg eins og hafa oft komið fram hér á bæjarstjórnarfundum og áherslan þar á nýsköpun og frumkvöðlastarf. Skipulags nýs hverfis við Löngulág spennandi verkefni og mun koma til móts við eftirspurn eftir húsnæði á góðum stað. Til stendur að bæta aðbúnað við íþróttamiðstöðina til muna með nýjum klefum og annarri aðstöðu. Það verkefni í undirbúningi eins og áður sagði. Húsnæðishópurinn sem skipaður var framkvæmdastjórum sviða áfram falið að móta tillögur húsnæði og þá sérstaklega horfa til húsnæði sem ýmist laust eða að losna og það eru nokkur hús þannig hjá okkur og þeir munu skila tillögum vonandi fljótt á nýju ári. Meta þarf það hvort það sé ástæða til að selja einhver eignir eða leigja þær út eða eitthvað annað til þess að lækka restakostnað. Það langar að minnast á stórmerkilegt verk sem Ólafur Elísson hefur hug á að hanna og framkvæma í Vestmannaeyjum tilefni þess að tilefni árið 2023 verða 50 ár liðið frá eldsumbrotunum á Heimaey. Að ræða metnaðarfullt verkefni sem samstarf milli ríkisins og Vestmannaeyjabæjar og nánar verður fjallað fjármögnun þess á milli umræðna. Jæja, nú þessari yfirferð lokið og held ég að allir andi nú töluvert léttar. En ég tek það sem ég sagði áður. Á milli umræðna verður fjallað, ég endurtek það. Uppbyggingu í tengslu við íþróttaaðstöðu sem byggður á skýrslu sem við erum að vinna í. Búningsklefa við íþróttamiðstöðina. Listaverkið, fjármögnun í kringum það frá Ólafi Elíssyni. Einnig ætlunin að skoða tillögu sköpunarhús og varðandi vinnu við göngustígagerð og annað milli umræðna. Það eru svo kerfislega breytingar sem verða endurskoðun og minni áttar breytingar á fjárhagsáætlun sem alltaf geta komið upp á milli umræðna enda framkvæmdastjórum falið að fara aftur yfir áætlanirnar og við seinni umræðna verður farið sérstaklega yfir áhersluverkefnin og það geta alltaf komið ný verkefni inn á millið en ég held nú að flest sé komið upp á borð hjá okkur en bæjarstjórn hefur auðvitað allt svigrúm til þess að skoða það. Mikilvægt að framkoma við rekstur sveitarfélagsins veruleg áhersla á ábyrg fjármál og hagkvæma rekstur en ekki síður að veita góða þjónustu enda það lögbundið hlutverk sveitarfélaga að veita íbúum sínum þjónustu. Dregið verður úr framkvæmdarhraða milli ára. Þrátt fyrir það verið að veita myndarlegum fjárhæðum til einstakra framkvæmda. Með því Vestmannaeyjabær að horfa til efnahagsþróunar næsta ári og þeirra staðreynda að áætlaðar einkaframkvæmdir eru þó nokkra framundan með tilheyrandi verkefnastöðu verktaka og atvinnuþátttöku í Vestmannaeyjum. Þá útlit fyrir að ferðamannafjöldi verið þó nokkur á næsta ári og eftirspurn eftir störfum í greininni. Horfurnar eru góðar þar. Þrátt fyrir þó nokkur og bjartsýni atvinnuhorfur í Vestmannaeyjum tekjurnar varlega áætlaðar í áætluninni. Mikilvægt að fylgjast verð með og reglulega með þróuninni. Rauðu þráðurinn og megin þungin að tryggja rekstur bæjarins og geta áfram veitt þá góðu þjónustu sem bærinn hefur lagt áherslu á undanfarin ár. Ánægjulegt að sjá aukinn áhuga á Vestmannaeyjum sem búsetukosti og uppbyggingu húsnæðis. Það hefur sjaldan verið meiri, enda við komin yfir 4.500 sem afskaplega ánægjulegt. Það undirstrikar þá fullyrðingu sem svo oft hefur verið haldið fram að í Vestmannaeyjum gott að búa, falleg náttúra og mikil samheldni. Með enn betri umgjörð og góðri þjónustu stefnt að því að svo verði áfram. Hér eru tækifæri til að gera góða hluti. Vestmannaeyjabær hefur það markmið að skólar sveitarfélagsins verði í fremstu röð
og að mikil gróska verði í nýsköpunar- og frumkvöðlastarfsemi og fyrirtækjastofnanir verði áfram áhugasöm þá þróun. Þá vil ég jafnframt nota tækifæri og þakka starfsfólki Vestmannaeyjabæjar fyrir vinnu við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs og 3 ára áætlunar og loks langar mig að nefna og þakka mjög góðan starfsanda í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar á vinnufundum bæjarstjórnar. Samstarfið og samtalið hefur verið mjög gott. Ég veit að við bæjarfulltrúar höfum öll sama markmið, að vilja veg Vestmannaeyja sem bestan. Gott samstarf í bæjarstjórn styrkir það markmið. Við getum staðið saman að skapa ný tækifæri og getu til að takast á við þær áskorunir sem við mætum. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri. Ég ætla að lesa innbókun í málinu áður en ég gef orðið laust. Fyrri umræða. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, flutti framsögu fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar og stofnana hans fyrir árið 2023. Fram kom í framsögu bæjarstjóra að óhætt sé að segja að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust þrátt fyrir að sveitarfélög séu mörg hver nú að glíma við áskoranir í rekstri og fjármögnun lögbundinna verkefna, með tilheyrandi lausafjárvanda, rekstrartapi og skuldasöfnun. Gert ráð fyrir jákvæðri afkomu í áætluninni, en tekjur eru þó alltaf varlega áætlaðar og það svo líka í þessari áætlun. Í fjárhagsáætluninni gert ráð fyrir að 166 milljóna króna rekstrarafkomu á A-hluta og 220 milljón króna rekstrarafkomu samstæðunar, en áætlunin getur tekið einhverjum breytingum milli umræðna, sérstaklega vegna annarra áhersluverkefna sem ekki búið að taka afstöðu til. Gert ráð fyrir sömu útvarsprósentum milli ára, 14,46%, en álagsprósenta fasteignaskatts lækkar á íbúðarhúsnæði í 4. skiptið á 5 árum og á atvinnuhúsnæði 3. ári í röð. Tillaga var samþykkt í bæjarráði fyrr í dag hógværa hækkun gjaldskrár leikskólagjalda, matarkostnaðar fyrir börn í grunn- og leikskólum, matarkostnað hjá eldri borgurum og dagvistagjöld. Hækkunin þó aðeins helmingurinn að þróun vísitölu neysluverðs. Mikilvægt að stilla opinberum álögum í hóf til hagsbóta fyrir íbúa. Í fjárhagsáætluninni sömuleiðis gripið til margháttara aðgerða til að bæta þjónustu sveitarfélagsins. Gert ráð fyrir 50.000 króna frístundastyrk fyrir hvert barn. Jafnframt gert ráð fyrir að reglur lækkun fasteignaskatts á elli- og örorkulífeyrisþega tryggja áfram að tekjulágir eldri borgarar njóti afsláttrar af fasteignaskatti, sorpeyðingargjöldum og lóðarleigu. Áfram verði myndarlegur stuðningur við markaðssetningu Vestmannaeyja, gert ráð fyrir heilsueflingu eldri borgara, menntarannsókn, verkefnum snemmtæka íhlutun og eflingu nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi. Veittar verða 11 milljónir króna í viltu af áhrif og mun bæjarráð ákveða fjárstyrki til verkefna á milli umræðna. Þá verður þó nokkru fjármagni veitt til umhverfismála, áframhaldandi uppbyggingu leikvalla og skólalóða, styttingu Hörgaragarðs, dýpkun við Bæjarbryggju, orkuskipta hafnarinnar og fleira. Í áætluninni gert ráð fyrir að hægja á framkvæmdahraða og einbeita sér að færri framkvæmdum. Vega þar langþyngst framkvæmdi við nýbyggingu Hamarsskóla þar sem gert ráð fyrir stórbættri aðstöðu fyrir nemendur og starfsfólk og tónlistarskólanum verður komið þar fyrir. Gert ráð fyrir 300 milljónir króna í þá framkvæmd á næsta ári. Sett hefur verið á laggirnar einkahlutafélag í eigu Vestmannaeyjabæjar, Eygló EHF, sem annast ljósleiðaravæðingu í Vestmannaeyjum. Ljósleiðaravæðingin hefur gengið mun betur búist var við. Reiknaði með að framkvæmdum í gamla ráðhúsinu ljúki fyrir áramót. Við seinni umræðu verður farið ítarlega við verklega framkvæmdir og áhersluverkefni. Ákvarðanir nokkrar framkvæmdir verða teknar á milli umræðina, svo sem vegna klefa við íþróttamiðstöðina og uppbyggingu samkvæmt skýrslu uppbyggingu og íþróttaaðstöðu. Áfram verður gætt aðhalds og hagkvæmni í rekstri sveitarfélagsins en áhersla lögð á góða þjónustu og að gera Vestmannaeyjar að enn áhugaverðari búsetukosti fyrir fjölskyldur, meðal annars með skipulagningu nýs hverfis í Löngulá. Þá orðið laust. Ég gef Njáli Ragnarssoni bæjar fulltrúa orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir yfirgripsgóða og ítarlega ræðu þar sem hún fór vel yfir þá
áætlun sem hér liggur fyrir til fyrri umræðu og var samþykkt eftir að bæjarráð samþykkt í hádeginu að vísa henni hér til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og sömuleiðis því starfsfólki sem hefur unnið að því hörðum höndum undanförnum vikum að koma þessu saman. Það er rétt og vert að taka undir það sem bæjarstjóri sagði hér í lok sinna ræðu, að hér að ræða varfærna fjárhagsáætlun sem er eðlileg, enda er staðan í þjóðfélaginu þannig að það þurfa öll sveitarfélög að sníða sér stakkar til vexti. Verðbólgan er í tæpum 10% og vísitala neysluverðs rís. Það eru lausir kjarasamningar framundan og svo mætti lengi áfram telja. Þannig að það eru blikur á lofti og sveitarfélög eru að púsla saman fjárhagsáætlun sem að taka mið af þeim erfiðu aðstæðum sem eru í samfélaginu nú stundir. Aftur á móti held ég að sé margt í þessari áætlun sem að ég held að sé ástæða til þess að tíunda hér og vekja athygli á og draga fram, og það er í fyrsta lagi að þá er gert ráð fyrir að útsvar sé óbreytt eða 14,46%, sem er með því lægra sem gerist á landinu, og í raun hægt að segja að það séu 7 sveitarfélög af 64 sem að eru með lægra útsvarshlutfall heldur en Vestmannaeyjabær. Þetta er mjög ánægjulegt, og það er líka sömuleiðis í öðru lagi hægt að nefna það að álagning fasteignagjalda sem er lækkuð á milli ára úr 0,281% í 0,268% á íbúðarhúsnæði og úr 1,45% í 1,40% á atvinnuhúsnæði, sem að er í rauninni hefur ítrekað verið gert á undanförnum árum til þess að bregðast við hækkandi fasteignamati. Sömuleiðis í þriðja lagi að þá kemur Vestmannaeyjabær vel út í samanburði við önnur sveitarfélög þegar kemur að launakostnaði, þar sem að hlutfall af heildartekjum er lagt saman við launakostnaði við hlutfall af heildartekjum og launakostnaði sem hlutfalli af heildarútgjöldum, þar sem að við erum langt fyrir neðan landsmeðaltal í báðum þessum samanburði. Þetta segir okkur það að við höfum ekki verið að fjölga hér starfsfólki umfram það sem þörf er á, og að við erum að halda okkur mjög á jörðinni hvað það að blása hér út reksturinn, sem að ég held að öll bæjarstjórn sé sammála að þurfi að gera, og sérstaklega við aðstæður eins og eru uppi í þjóðfélaginu í dag. Í fjórða lagi að þá er eins og undanfarið ár verið að áætla varlega tekjur, og þar að leiðandi er eitthvað borð fyrir báru ef að hlutirnir þróast á einhvern veg sem við viljum ekki að þeir geri. Og í þeirri áætlun sem hér er lögð fram er gert ráð fyrir fyrir afgangi upp á 165 milljónir af A-hluta og 220 milljónum af samstæðu. Þrátt fyrir það að þetta sé varlega og varfærin áætlun að þá eru útgjöld náttúrulega skorið niður eins og bæjarstjóri fór hér yfir, og stærsta fjárfesting á árinu er nýbygging við Hamarsskóla sem að rímar vel við þær áherslur sem að bæjarstjórn hefur haft á undanförnum árum. Forseti, eins og farið hefur yfir hér að framan, að þá er þetta varfærið allt saman, tekur mið af þeirri stöðu sem uppi er í þjóðfélaginu. Staða bæjarsjóðs er eftir sem áður sterk, og miðar áætlunin hér við því að halda henni þar áfram. Mér langar í lok máls míns að óska þess að það verði hér fært til bókar eftirfarandi með leyfi forseta. Sveitarfélög glíma við áskoranir í rekstri og í fjármögnun lögbundinna verkefna. Á það líka við Vestmannaeyjabæ, en gert er ráð fyrir að staða bæjarsjóðs verði áfram traust. Áfram verði haldið í uppbyggingu og framkvæmdum meðal annars til að tryggja atvinnu- og verkefnastöðu hjá fyrirtækjum í Vestmannaeyjum, en jafnframt til þess að ljúka við þær framkvæmdir sem voru á áætlun til þess að bæta þjónustu við bæjarbúa. Í fjárhagsáætluninni er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórnun þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlað tekjur. Á síðasta kjörtímabili lagði meirihluti EH-lista áherslu á fræðslu og fjölskyldumál, og svo verður áfram. Markmið meirihlutans er að þær áherslur og þær breytingar sem gerðar hafa verið á rekstri bæjarins á undanförnum árum
séu til að bæta þjónustu við íbúa og gera sveitarfélaginu kleift að sinna nauðsynlegum og lögbundum verkefnum. En þeim fer sífellt fjölgandi vegna ákvarðana ríkisvaldsins þar sem fjármagn hefur ekki fylgt með. Málaflokkur fatlaðra er vanfjármagnaður af hálfu ríkisins og nauðsynlegt að það verði leiðrétt. Mikil gróska er í skólastarfi leik- og grunnskóla í Vestmannaeyjum og verið að stíga ný skref sem lofa góðu. Rannsóknar- og þróunarverkefni Kveikjum neistan hefur vakið mikla og verðskuldaða athygli. Fjölmörg verkefni sem farið hefur verið í á undanförnum árum gera Vestmannaeyjabæ að spennandi búsetukosti og fjölskylduvænna samfélagi. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson, bæjarfulltrúi. Eru fleiri sem vilja kveða sér kjós? Eyþór Harðarsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, fjárhagsáætlunin. Þakka bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur fyrir góða framsögu á því og bak við þetta er búið að vera mikil vinna hjá starfsfólki bæjarins og bæjarfulltrúum. Og ég tek undir það með Írisi að það er búið að vera góð samvinna. Við höfum átt gott samstarf og erum að skila hérna fjárhagsáætlun eða fyrir umræðu í rauninni í takt og það svona það sem þetta er nú svona fyrsta fjárhagsáætlun sem ég tek þátt í sem aðalmaður fyrir bæjarfélagi þá áttar maður sig á því náttúrulega maður myndi vilja geta gert miklu meira. Það er úr mörgu að velja og við höfum ekki mikið svigrúm þegar er búið að sinna öllum þeim hlutverkum sem eru lögbundin og við þurfum að klára og raða upp. Þá er ekki mikli fjármunir eftir í fjárfestingar. Maður getur svona reiknað sér til að það séu kannski mestalagi 10% af heildartekjum samstæðunar eða A-hlutans eða hvernig sem við förum í það í umræðunni að það er það sem að við höfum svona til að velja úr allar þessar framkvæmdir sem að eru á borðinu og þegar er búið að taka þessar sem við getum kallað nauðsynlegustu eigfærðu breytingar í gatnagerð og öllu þessu sem að kemur í rauninni sem nauðsynlega framkvæmdir frá í rauninu framkvæmdastjórum bæjarins þá erum við kannski með 300-400 milljónir til þess að fjárfesta á ári. Og við sjáum það hérna í sérsamþykktum að 300 milljónir í Hamarsskóla, það er í rauninni eini hluturinn sem svona manni finnst vera einhvern eini alvöru stóri hlutin en samt það 540 milljónir sem er í mörgum svona 10 og 20 miljón króna verkefnum sem er nauðsynlegt að fara í og allir sammála sem menn geta ekki beðið með. Þannig að þegar að maður svona á götuhornum lendir í spjallinu það sem að vantar í bænum, þá áttar maður sig alveg á því að það eru gríðarleg vonbrigði að það skuli ekki vera hægt að fara í allt saman sem að hugurinn girnist í þessum málum. En auðvitað þegar við erum að tala Hamarsskóla 300 milljónir, þá erum við bara að tala 1/3 og ekki það af kostnaði við skólan. Þannig að við eigum eftir á næstu 2 árum þar á eftir að setja 400 milljónir eða 800 milljónir í viðbót. Þannig að það er ekki eins og þetta sé komið með þessum 300 milljónum og svona koll að kolli. En ég ætla ekki að fara að tala eða endurtaka í rauninni allt sem er búið að koma þetta fram í máli bæjarstjóra Írisar Róbertsdóttur. En það sem að ég tekið eftir í umræðum svona á sambandi sveitafélaga, landsþingi núna í haust, þá kom upp svo sem þessi mikla ákall frá sveitafélagunum til ríkisins að það sé ekki nóg gert, það kemur ekki nægilegt fé á móti þessum lögbundum skyldum og það er alveg rétt og sum sveitafélag í rauninni fara verr út í en önnur og misjafnlega stakkbúin til að taka við verkefnum. En það sem að er líka að hluta til vandamál milli sveitafélaga í dag er þessi samkeppni. Við berum okkur saman við sveitafélög, allir bera sig saman við
sveitafélög vilja einhvern veginn standa sig vel og svo eru í rauninni þessi samanburður farin að leiða til þess að sveitafélög farin að veita þá þjónustu sem það hafi ekki efni á. Við erum sem betur fer vel í sveit sett með það að við erum með góða tekjur, atvinnulíf algjörlega frábært hérna í Vestmannaeyjum og við höfum tekjustofna sem að hafa verið eða svo staði fyrir því að við höfum haft efni á því sem við erum að gera. En þetta er eitthvað sem að sveitarfélögin þurfa að passa sig á að ætla ekki alltaf að gera betur en einhvern annar og hann toppar það og endanum eru menn komnir í ósjálfbærni sem að er bara akkurat ekki það sem er okkar verkefni að koma sér í. Við höfum að passa upp á það að við séum sjálfbær. Það sem að er kannski ekki meira áhyggjuefni en það er allavega breyting frá fyrri tímum. Nú erum við ekki með þessar fjármagnstekjur sem að voru í þessu góðæri á fjármagnsmarkaði hérna síðasta áratuginn, við getum sagt eins svo. Við getum ekki verið að reikna með miklum tekjum í fjármagnstekjum sem að við nýttum okkur til fjárfestinga hérna, má segja, í 10 ár þegar að við nýttum okkur bara mjög stórar upphæðir af fjármagnstekjum í að eignfæra og fjárfesta hérna í bæjarfélaginu. Þar erum við með minni möguleika en áður. Og ég bara hlakka til undirbúnings og vinnu í gerð að klára þessa fjárhagsáætlun og undirbúning fyrir aðra umræðu og þakka bara fyrir mig að sinni. Takk. Takk fyrir Eyþór Harðarson, bæjarfulltrúi. Eru fleiri sem vilja? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og áheyrendur. Já, ég vil byrja á að þakka bæði bæjarstjóra fyrir góða yfirferð og starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar fyrir mikla vinnu í aðdraganda fjárhagsáætlanagerðar. Þetta er alltaf mjög krefjandi og spennandi í tími í sveitarstjórn að koma saman fjárhagsáætlun og að leggja fram verkefni og áherslur til framtíðar. Ég þreytist ekki á að taka það fram enda mikilvægt að muna að við sem hér sitjum erum í afar öfundsverðri stöðu eins og líkt að kom fram í máli bæjarstjóra þá staðan erfið víða en við erum í öfundsverðri stöðu hvað varðar fjárhagslega stöðu okkar sveitarfélags þar sem að sveitarfélagið svo gott sem skuldlaust sem á fyrst og fremst þakka sölu af hlut sveitarfélagsins á HS sveitum á sínum tíma, ábyrgri fjármálastjórnun og ráðdeild í rekstri til að tryggja sjálfbærni sveitarfélagsins til framtíðar. Rekstur á sveitarfélaginu eins og við þekkjum, þetta í rauninni bara svona makróútgáfa af heimilisbókhaldinu, við tekjurnar þurfa að standa undir gjöldum, annars brennum við upp spariféð okkar og þegar það uppurið að þá bara til taks að taka rándýran yfirdrátt eða nýtt lán og við vitum að það ekki ódýrt. Þannig að það til mjög mikils að vinna að halda í það þá sjóði og þá uppsafna fé sem að sveitarfélagið hefur til að standa undir framkvæmdakostnaði sveitarfélagsins. Það voru byggðir líkt og ég kom fram á upp sjóðir til að standa undir þessu háa framkvæmdastigi sem hefur verið í sveitarfélaginu og forðað okkur frá því að vera ráðast í dýrar lántökur. Við þurfum að leggja okkur fram við að tryggja sjálfbærni rekstursins, að ganga ekki of langt á okkar sjóði og reyna eftir fremsta megni að viðhalda þeim til að framtíðarkynslóðir geti áframhaldið að byggja upp þetta frábæra samfélag sem við búum í á hagkvæman og sjálfbæran hátt. Það mikilvægt fyrir okkur að eiga slíkt til að mæta óvæntum áföllum á borð við þau sem við hér sitjum þekkjum vel á borð við heimsfaraldra og aflabresti og skiptir það okkur máli að huga vel að því, til dæmis eins og til að við getum nýtt fjármunina við uppbyggingu til dæmis nýs skólahúsnæðis eða íþróttamannvirkja og eins hafa auðvitað þessi sjóðir líka, líkt og áður hefur komið inn á, skapa sveitarfélaginu frekari tekjur með fjármagnstekjum sem gjarnan hafa brúað bilið til að fjárhagsáætlun sé ekki skila með halla.
Ánægjulegt að fjárhagsáætlun sé áfram varfærin líkt og verið hefur varðandi tekjuöflun því að tekjur eru auðvitað sýnd veiði en ekki gefin. Það er ánægjulegt að húsnæðishópurinn sé áfram starfandi sem afrakstur af tillögum bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem enn og aftur eru óþreytandi í málflutningi sínum rekstrarhagræði og verður áhugavert að fá að sjá tillögur frá hópnum milli umræðna. Undirritað ítrekar áfram mikilvægi hagræðingar og ráðdeildar í rekstri og nýframkvæmdir sveitarfélagsins hafi rekstrarhagræðingu að markmiði á borð við mjög þarfa viðbyggingu Hamarsskóla þar sem starfsemi tónlistarskóla og frístundavers mun sameinast undir þaki Hamarsskóla. Það hafa verið áherslur Sjálfstæðisflokksins að draga úr húsakosti, sameina húsnæði og draga þannig úr rekstrarkostnaði. Sem dæmi nýbyggingu slökkvilistöðvarinnar í stað fyrir áformuð byggingar áforma Malavelli var byggt við áhaldahús Vestmannaeyja og sömu leið viljum við fara með Hamarsskólann. Þetta hefur verið rauði þráðurinn og verður rauði þráðurinn að þar sem hægt að hagræða viljum við hagræða til að fara eins vel með þá fjármuni sem bæjarbúar hafa aflað og treysta okkur sem hér sitja fyrir að útdeila með sanngjörnum hætti til að tryggja góða þjónustu við bæjarbúa. Mörg ánægjuleg verkefni einkenna fjárhagsáætlun á borð við fjármuni til viðbyggingu við Hamarsskóla og þar leggja afar þunga áherslu á að verkefni komist á rekspöl en þetta hefur tekið allt of langan tíma frá því að fyrsta tillagan var lögð fram í október 2018 af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í fræðsluráði en samkvæmt upphaflegri tímalínu þegar verkefni var á endanum samþykkt á 324. fræðsluráðsfundi í nóvember 2019 átti meira að segja verkefninu að vera lokið í ár. Svo er því miður ekki. Þetta verkefni hefur því miður ekki verið forgangsverkefni að minnsta kosti á síðasta kjörtímabili en ég bind mikla vonir og geri fastlega ráð fyrir að svo verði á þessu kjörtímabili enda endurspeglast það í fjármögnun verklegrar framkvæmda á næsta ári. Og þrátt fyrir að þegar margir heyri viðbygging við Hamarsskóla að þá er þetta ekki bara það að bæta aðstöðu fyrir frístund eða bæta aðstöðu í Hamarsskóla sem er sár þörf á, meðal annars fyrir matsal en sérstaklega samkomusal, eins og flestir foreldrar yngri grunnskólabarna finna við til dæmis skóladaga eða uppsetningar á sýningum þar sem að stór hluti þarf að standa og reyna að hlusta og að þá er þetta ekki síst mikilvægt gagnvart uppbyggingu og framtíð og starfsemi tónlistarskóla Vestmannaeyja. Nú sit ég, líkt og bæjarfulltrúi Aníta, í fræðsluráði og við höfum verið í heimsóknum í leikgrunn og tónlistarskólanum og það geta allir sem þar sitja og tóku þátt í þeim heimsóknum átta sig á fyrir hróplegu nauðsyn sem er að bæta aðstöðu tónlistarskólans í Vestmannaeyjum. Ekki bara gagnvart aðgengi heldur líka gagnvart starfsumhverfi fólks og aðstæðum fyrir nemendur. Líkt og kom fram í ræðu bæjarstjóra eru 111 nemendur við tónlistarskóla Vestmannaeyja. Þó eru ákveðin verkefni sem ég velti fyrir mér hvað hefur orðið þegar ég fór að skoða ræður við framlagningu fyrir fjárhagsáætlana og átta mig á að hafa ekki verið kláruð eða eru hugsanlega ekki fylgt eftir og vildi ég aðeins forvitnast hjá bæjarstjóra hver staðan á þeim væri. Þar á meðal er verkefni Veldu Vestmannaeyjar þar sem sérstaklega var sett fjármagn í markaðssetningu Vestmannaeyjabæjar sem vænlegs búsetukosts. Ég myndi vilja vita í hvað farvegi það mál væri statt. Bæjarstjórn var búið að samþykkja áður það verkefni en ég hef litlu séð áorka þar. Hins vegar eru önnur sveitarfélög að borð við Akranes og fleiri sveitarfélög farin að auglýsa og markaðssetja sig sem ákjósanlegan búsetukost. Ég sakna því markaðssetningu Vestmannaeyjabæjar sem ákjósanlegs búsetukost fyrir ungt fólk sem geti stunda fjarvinnu og fjarnám. Við þurfum að halda í unga fólki okkar til að draga úr þeirri bjögun sem hefur orðið á aldurspíramídanum okkar. Samfélagið er að eldast líkt og kom fram í ræðu bæjarstjóra og töluverð hlutfallsleg fækkun hefur orðið í aldurshópnum 25 til 50 ára frá aldamótum, meiri en á höfuðborgarsvæðinu til dæmis. Við þurfum að spyrna við fótum hvað þessa þróun varðar og gera samfélagið okkar meira aðlaðandi fyrir þennan hóp. Veldu Vestmannaeyjar var meðal annars hugsaður sem þáttur í þeirri viðspyrnu. Það er ánægjulegt að heyra fjölgun barna í grunnskólanum og stærri barnaárgöngum í leikskólanum og vonandi að það sé vísir að áframhaldandi fjölgun barna og þróun barnafólks í sveitarfélaginu. Í innbókun er talað um markaðssetningu Vestmannaeyja
og því spyr ég, er það þá einvörðungu markaðssetningu í gegnum ferðaþjónustu eða á að halda áfram þessu verkefni. Annað mál er svo atvinnustefna Vestmannaeyjabæjar. Búið var að verja töluverðum fjármunum í mótun nýrrar atvinnustefnu sem fjölmargir Vestmannaeyingar bæði óbreyttir íbúar og kjörnir fulltrúar eyddu fjölmörgum klukkustundum í að móta. Ég hef bara áhuga á að vita hvar það stendur. Mörg ánægjuleg verkefni einkenna áfram fjárhagsáætlun á borð við áframhaldandi lagningu ljósleiðara, Janusarverkefni fyrir bætta heilsu eldri borgara, spennandi menntarannsókn sem hefur vakið verðskuldaða athygli. Komið hefur verið í veg fyrir hærri álögur með því að lækka álagningaprósentu fasteignaskatta svo eitthvað sé tínt til. Auðvitað eru alltaf ákveðnir ásteytingssteinar þó þeir séu ekki stórkostlegir við framlagningu þessarar fjárhagsáætlunar. Við höfum rætt hér á fundum bæjarstjórnar skoðanir bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi það að gefa frítt fæði á 5 ára deild Víkurinnar, en nú verður fæði annarra barna hækkað 5% á sama tíma. Eins varðandi skipulag á Malavellinum og er sá ágreiningur varðandi að skipuleggja stóra leikskólabyggingu á því svæði fyrst og fremst byggður einmitt á hugsjón sjálfstæðismanna rekstrarhagræði og með hvaða hætti væri hægt að hámarka nýtingu byggingalands í Vestmannaeyjum sem er sannarlega takmörkuð auðlind. Ég vil þakka fyrir gott samstarf í aðdraganda þessa fundar og vænti þess áfram og mun vel geta stutt að vísa þessari fjárhagsáætlun áfram til seinni umræðu. Ég þakka gott hljóð. Takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi. Það eru fleiri sem vilja ræða þennan lið. Gísli Stefánsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Góða kvöldið, forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Já, ég vil bara byrja á að þakka starfsmönnum bæjarins fyrir bara mjög flotta vinnu og það er mjög áhugavert að fara yfir þetta svona djúpt í fyrsta skipti. Ég vil taka líka undir orð bæjarstjóra varðandi bara mjög jákvætt samtal í undirbúningi að þessu og eins og kom fram í ásamt fjölmörg öðru í ræðu bæjarstjóra þá höfum við rætt málefni sem var mér mjög hugleikið í kosningabaráttunni og snýr að Sköpunarhúsinu sem við ræddum oft og við erum að tala þar þennan fyrsta áfanga og vonandi náum við að ná vel utan það fyrir næstu umræðu og það er eiginlega byggir náttúrulega bara á því að það er gríðarlega mikilvægt að ná aðeins meiri fjölbreytileika fyrir ungt fólk þegar kemur að félagsstarfi og afþreyingu og bæta þá enn fremur líka í þegar kemur að stuðningi hvað var listsköpun ungs fólks. Svo kannski bara leggja áherslu á það sem hefur svo sem komið fram áður. Við erum að fjármagnstekjur eru að sjálfsögðu búin að lækka í því ástandi sem við erum í og verðbólgan náttúrulega til staðar og þá verðum við náttúrulega að vanda okkur vel og ég tel nú bara að þetta lítur nú bara mjög vel út að mörgu leyti og vil leggja þá bara áherslu á það að gjöld og skattar séu náttúrulega bara í samræmi við það sem að passar okkur vel. Að þessu tilefni þá langar okkur að leggja fram bókun með leyfi forseta og hún hljómar svo. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt þunga áherslu á framkvæmdir vegna stækkunar Hamraskóla verði forgangsverkefni framkvæmda sveitarfélagsins enda aðkallandi að bæta aðstöðu og aðgengi tónlistarskóla, Vestmannaeyja, frístundavers og starfsemi Hamraskóla á borð við mat og samkomusal. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram ýmsar hugmyndir við fjárhagsáætlunargerð, meðal annars varðandi stofnun og starfsemi Sköpunarhús. Fyrsti áfangi verkefnisins snýr að aðstöðu til tónlistarsköpunar fyrir ungt fólk. Markmið okkar er að Vestmannaeyjabær veiti ungu fólki fjölbreyttara tækifæri til afþreyingar, félagsstarfs og listsköpunar. Tónlist skipar stóran sess í menningar, sögu og félagsstarfi í Vestmannaeyjum og er mikilvægt að skapa frjóan jarðveg fyrir listamenn framtíðarinnar svo að vestmanneysk ungmenni verði áfram í fremstu röð í íslensku tónlistarlífi. Sveitarfélög
munu glíma við fjölmargar áskorunir á komandi ári og Vestmannaeyjabær ekki þar undan skilin. Því mikilvægt að sýna ráðdeild í rekstri sveitarfélagsins, forgangsraða útgjöldum og þenja ekki reksturinn of. Bókun lýkur. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Gísli Stefánsson, bæjarfulltrúi. Fleiri sem vilja? Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi, gjör svo vel. Já, ég vil taka undir og þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð og starfsmönnum fyrir þessa mikla vinnu sem að baki. Í fjárhagsáætlun í dag að fara yfir svona skipulagsmálin. Í fjárhagsáætlun getur ráð fyrir 25 milljónum í breytingu á aðskipulagi og deiliskipulagi. Á síðasta fundi bæjarstjórnar var samþykkt að fara í endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins, meðal annars vegna lóðaskorts, og við ætlum að fara yfir og meta hvernig við getum nýtt betur það landsvæði sem við höfum. Í þeirri vinnu er þörf á að horfa til framtíðar og taka mið af því að okkur hefur fjölgað. Og í húsnæðisáætlun 2022 er gert ráð fyrir að svo verði áfram og miðað við þá íbúaþróun þurfum við að huga að innviðum. Flestir innviðar okkar að ráða við þessa þróun en áskoranir okkar liggja í tvennu og það er lóðaframboð og leikskólapláss, eins og fram kemur bara í þessari áætlun. Mesta eftirspurnin er eftir einbýlishúsalóðum, næst mest er eftirspurnin eftir par-, rað- og tvíbýlishúsalóðum, en minnsta eftirspurnin eftir fjölbýlishúsalóðum. Þetta kemur einnig fram í áætluninni. Mjög áhugaverð lesning. Hvet ykkur til að skoða þessa áætlun. Nú er vinna við undirbúning deiluskipulags í Löngul og hafin, en eins og bæjarfulltrúar er fullkunnugt þá var auglýst eftir áhugasömum aðilum til að vinna að hugmyndum svæðið. Áhuginn var bara framar vonum. Það voru 10 aðilar sem sóttu eða skiluðu inn umsóknum og þetta voru bara alveg óbúslega flottar umsóknir. Ég og Margrét Rós Ingólfsdóttir bæjarfulltrúi erum ásamt öðrum í þessum hópi og erum núna að vinna við að meta umsóknirnar, en 5 aðilar verða valdir til að vinna grunnhugmyndir fyrir svæðið sem síðan verður valið úr til frekari vinnslu við deiliskipulagsgerð. Hér eru mjög metnaðarfullt verkefni að ræða og bara mjög skemmtileg vinna framundan hjá okkur í þessum hópi og spennandi að sjá hvað framhaldið verður. Fyrir Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi. Eru fleiri sem vilja ræða þennan lið? Aníta Jóhannsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, eins og sést í fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar sem lögð var fram hér áðan er Vestmannaeyjabær áfram að leggja áherslu á fræðslumál. Bærinn er því að mínu mati að fjárfesta vel til framtíðar. Ég sem formaður fræðsluráðs get ekki annað en fagna því að haldið verði áfram með þróunarverkefni, Kveikjum neystan og snemmtaka íhlutun á leikskólum sveitarfélagsins, ásamt því að það er verið að fjölga leikskólaplássum. Með þessum fjárfestingum í mannauði framtíðarinnar er ekki annað hægt en að segja en að Vestmannaeyjabær er komin vel á veg í að verða fyrirmyndar menntasamfélag. Ég er mjög ánægð með fjárhagsáætlunina í heild sinni en að mínu mati er hún raunsæ og ábyrg. Takk fyrir. Takk fyrir, Aníta Jóhannsdóttir, bæjarfulltrúi. Eru fleiri sem vilja kveðja sig máls? Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég held að enginn, eða allir, reglum sé enginn að betra tala jákvæmt, allir séu á því að Hamarsskólinn sé forgangsverkefni. Og það ræddum við nú fram og tilbaka og ræddum ýmsar skýringar á töfunum sem ég ætla nú ekki að fara yfir hér og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir veit sjálfsagt af hverju. En ákvörðun að ljúka byggingu Hamarsskóla var tekin á síðustu öld
Við erum þó komin tölvöld lengra og ætlum að klára þetta, en ég tek algjörlega undir það með henni að verkefnið hefur gengið á hægt, en nú þurfum við að spýta í lófana og halda áfram. En ég held að það sé ekkert neinn ákvörðun hjá einhverjum að vera að draga lappirnar. Það eru ýmsar ástæður fyrir því hvernig staðan á verkefninu en þetta verkefni verður að fara að vera í forgangi af því það er mjög aðkallandi að bæta þessa aðstöðu. Og þetta get ég sagt vegna sem starfaði í þessu húsi í 15 ára og þekki mjög vel til þar. En bæjarfulltrúin Hildur Sólveig Sigurðardóttir spurði hérna nokkra spurninga og það var meðal annars veldu Vestmannaeyjar. Það er gert ráð fyrir, það er svigrúm í fjárhagsáætlun til þess að halda áfram með að markaðssetja Vestmannaeyjar, ekki bara með ferðaþjónustunni, en við horfum nú samt sem áður á það að fá fólk til að koma hérna í geggjuðu veðri og einhver fótboltamót og vera bara að væna og dæna sem mjög góð markaðssetning. En að sjálfsögðu verður líka markaðssetningin sem við erum í núna, sem heitir verkefnið Kveikjum neistan, er alveg gríðarlega góð. Og það er ekkert sveitafélag á Íslandi sem er með þá markaðssetningu sem það verkefni er að bara koma okkur í og þá stöðu sem það kemur í okkur í. Núna á fimmtudaginn verður mjög stór umfjöllun verkefni í Mokkanum. Það er búið að vera fjallað meira og minna annað hvern morgun núna í útvarpinu. Sjónvarpsþættirnir sem eru börnin okkar, það er í næstu þáttum verður fjallað verkefnið. Þannig það er gríðarleg markaðssetning í gangi á þess að við séum að greiða fyrir hana öðruvísi en í formi þess að við ætlum að bæta skólastarfið okkar. En veldu Vestmannaeyjar er sannarlega verkefni sem við samþykktum að fara í og búið er að vinna fyrstu skrefin og gera, en það bara árið var bara pínu töff. Það var bara ýmislegt sem gekk fyrir, verkefni er í farvegi, það gengur á hægt, bæjarráð hefur bara ekkert spurt mig og anga til neitt það, þannig að við höfum kannski ekki gengið nóg hart á eftir því, en það er ákveðna fjárheimildir, það er til undirbúningur að komin á stað, það átti eftir eins og bæjarfulltrúin Hildur Sólveig Sigurðardóttir þekkir, það var hérna ákveðna 2 leiðir. Þeir sem er að vinna verkefni fyrir okkur voru aðeins í flækju með þessa blöndun á leiðunum sem við vildum fara. Af því það var ekki já eða nei sem við vorum með. En verkefni mun halda áfram og við munum nýta okkur það og ég held að það sé bara gott að við séum ekki komin á stað. Af því ég held að fókusin ætti að fara svolítið inn á það hvernig samfélag við erum bara horfandi til menntamála. Varðandi atvinnustefnuna. Þá getur sú sem hér stendur eða bæjarráð lítið að því gert að hún sé ekki komin lengra. Hún er hjá þekkingarsetri Vestmannaeyja. Þar hafa verið mikla mannabreytingar og við höfum bara ekki fengið stefnuna í hendur til að fjallum. En við munum að sjálfsögðu ganga á eftir, það er búið að greiða 2,5 milljón og það er búið að vinna tölverða vinnu, en það er bara stutt síðan við ræddum það óformlega í bæjarráði að við viljum auðvitað fara að fá þetta inn til okkar. Við viljum auðvitað fara að halda áfram með verkefnið. En það eru ástæður sem við ráðum ekki við hér hjá sveitafélaginu sem eru því valdandi að verkefni er ekki komið inn til okkar. En bara því ég komin hérna upp aftur og ég talaði svo lítið áðan, þá langar mig að segja það að ég vil bara þakka bæjarfulltrúum fyrir að koma hérna og fara eins yfir sín hugarefni og svona. Og mig langar eiginlega bara að segja það að þessi upplifun af svona fundum, af svona samtali og það að við sýnum þá ábyrgð sem erum kjörin til að fara með fjárheimildir sveitafélagsins, ekki bara það, við erum líka kjörin til að móta stefnu sveitafélagsins. Við erum kjörin til að ákveða það hvað er í boði í Vestmannaeyjum, hvernig samfélag við ætlum að byggja upp og velja til þess að veita í það fjárheimildum. Og það, þegar við getum rætt málin, hlustað á hvort annað, tekið tillit til hugmynda, að það er mikið betra til, vænlegra til árangus og mér langar bara að því að við vorum nú í svolítið minnihluta og meirihluta stríði á síðasta kjörtímabili, þá langar mig bara að þakka þeim, nú ætlum ég ekki að kalla það minnihluta, heldur bara þeirra hluti bæjarstjórnar sem tilheyrir Sjálfstæðisflokknum fyrir einstaklega gott samstarf þessa mánuði og ég vil bara líka sérstaklega þakka oddvita þeirra fyrir mjög gott samstarf í bæjarráði við gerð fjárhagsáætlunar sem skiptir auðvitað gríðarlegu máli. Það skiptir máli að við getum átt þessi góðu samtöl og við höfum rætt það ég og formaður bæjarráðs að það gerir allt hlutverk okkar, það gerir okkur að betri bæjarfulltrúum, það gerir okkur að betri fulltrúum fyrir þetta samfélag þegar við getum, þó svo við deilum einhverja hluti, þegar við getum átt þetta góða samtal. Takk fyrir. Takk fyrir, Íris Róbersdóttir, bæjarstjóri.
fleiri sem vilja ræða þetta eitthvað nánar? Nei. Þá mælendaskráin tæmd í þessum lið og ég ætla að lesa fyrir ykkur lykiltölur í fjárhagsáætlun sem gilda fyrir árið 2023 og niðurstöðu þessum fyrsta lið á dagskrá. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að útvarsprósenta verður 14,46%, fasteignaskattur af íbúðarhúsnæði A-flokkur verður 0,268%, af opinberu húsnæði B-flokkur verður 1,32% og atvinnuhúsnæði C-flokkur verður 1,4%. Fjárhagsáætlun Sveitarsjóðs Vestmannaeyja 2023. Tekjur alls 5.304.901.000. Gjöld alls fyrir fjármagnsliði 5.187.910.000. Rekstrarniðurstaða jákvæð 165.843.000. Veltufé frá rekstri 751.349.000. Afborganir langtímalána 25.265.000. Handbært fé í árslok 2.178.241.000. Fjárhagsáætlun B-hluta Bæjarsjóðs Vestmannaeyja 2023. Rekstrarniðurstaða Hafnarsjóðs er neikvæð 8.490.000. Rekstrarniðurstaða Vatnsveitu er 0. Rekstrarniðurstaða Fráveitu er hagnaður 73.503.000. Rekstrarniðurstaða félagslegra íbúða er 0. Rekstrarniðurstaða Náttúrustofu Suðurlands hagnaður 600.000. Rekstrarniðurstaða Eygló ljósleiðari er neikvæð 14.537.000. Rekstrarniðurstaða Herjólfs ohf. Er hagnaður 2.669.000. Veltufé frá rekstri 201.895.000. Afborganir langtímalána 7.501.000. Fjárhagsáætlun Samstæði Vestmannaeyja 2023. Tekjur alls 7.805.737.000. Gjöld alls 7.620.680.000. Rekstrarniðurstaða jákvæð 219.587.000. Veltufé frá rekstri 953.244.000. Afborganir langtímalána 32.766.000 og handbært fé í árslok 2.178.241.000. Þá byrju undir atkvæði að vísa fjárhagsáætluninni til seinni umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þann 1. desember. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa frá sér merki. Það er samþykkt. Já, ég líka. Já. Glemdi líka rétt upp höndaðan. Ég samþykkti líka á hann. En þá höfum við lokið við fyrsta liðin og þá tekum við lið númer 2 sem er 3 ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2024 til 2026. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gjörðu svo vel. Forseti, 3 ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2024 til 2026 er nú lögð fyrir til fyrri umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 25. október 2022 í samræmi við samþykkt ferli og ákveðna forsendu við afgreiðslu 3 ára fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði 25. október í hádeginu í dag og vísa til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 60.2. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og 51. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Við vinnslu 3 ára fjárhagsáætlunar er stuðst við málaflokka yfirlit fjárhagsáætlunar næsta árs. 3 ára áætlun er sem sagt útbúin þegar ársáætlun liggur fyrir og er hún notaði sem grunnur. Eðli málsins samkvæmt eru allar efnahagslega forsendur langt inn í framtíðina, mjög óljósar og geta tekið miklum breytingum og ekki síst hjá sjávarútvegs- og ferðamanna samfélögum eins og Vestmannaeyjabæ. Ef við tölum það er bara smá diskó. Ár 1 í 3 ára áætluninni, sem sagt ár 2024, hver liður í málaflokka yfirliti er uppreiknað með sérstakri prósentuhækkun eða lækkun eftir spám hverju sinni. Við það myndast nýr rekstrarreikningur þar sem tekið er tillit til breytinga á skatttekjum, útsvar á fasteignaskatti, framlögum, til dæmis í jöfnunarsjóð sveitarfélag
sem við reynda fristum inn í þessu að því við vitum aldrei neitt um það. Öðrum tekjum, launaþróun, breytingum á lífeyrisskuldbindingum og öðrum kostnaði og fjármagnsliðum. Og þegar við tökum ár 2025 og 2026, að þá fyrsta árið tekið í 3 ára áætlun, þegar það búið, þá eru forsendurnar settar hún á það og það fer yfir í næsta og svo gengur þetta svona koll og kolli og svo ár 2 notað sem grunnur árið 3. En við gerð efnahagsreiknings stuðst við niðurstöður úr fjárhagsáætlun næsta árs. Handbært fé tekur breytingum út frá framkvæmdum, afskriftum og afborgunum, lána og breytingum á lífeyrisskuldbindingum og rekstrarniðurstöðu. Eigið fé tekur breytingum út frá rekstrarniðurstöðu ársins. Lífeyrisskuldbindingarnar reiknast með tilliti til spár afborganir og spá breytingu lífeyrisskuldbindinga. Langtímaskuldir taka breytingum út frá væntum vöxtum og afborgunum og sjóðstreymi svo reikna út frá breytingum og rekstri og efnahagi. Við fasta fjármuni áætluð eignkvæðslum bætt við í samræmi við 3 ára framkvæmdaáætlun. Af því dragast væntar afskriftir þar sem þeim framkvæmdum forgangsraðað sem fyrirliggjandi að þurfa að ráðast í. Við síðari umræðum 3 ára áætlun verður gerð sérstök grein fyrir þessari fjárfestingaáætlun. Meðal helstu verkefna í 3 ára áætluninni má nefna Hamarsskóla eins og komið hér inn á áðan að við reiknum með því að við getum klárað hann á 3 árum. Þetta á eftir að bjóða út verkið og endaleg kostnaður við framkvæmdina liggur ekki fyrir og við ætlum okkur að setja í uppbyggingu íþróttamála á árunum 24-26. Það uppbygging gatnagerð, það meðal annars að klára sýningarsal hérna niður í Ísfélagshúsið á neðstu hæðinni og það þarf að ljúka ýmsum minni verkefnum, það þarf að fara í lengingu Nausthamarsins, framkvæmdir á Gjábakka, orkuskipti og auðvitað framkvæmdir við barnaskólan og svo fráveituframkvæmdir sem aldrei sérstaklega vinsælt að ræða um. En, forseti, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri. Ég ætla að lesa innbókun fyrir þennan lið. Fyrri umræða, Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gerir stuttlega grein fyrir 3 ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2024 til 2026. Við vinnslu 3 ára fjárhagsáætlunar stuðst við málaflokka yfirlit fjárhagsáætlunar næsta árs. Hver liður uppreiknaður með sérstakri prósentuhækkun, lækkun eftir spám hverju sinni. Við það myndast nýr rekstrarreikningur þar sem tekið tillit til breytinga á skatttekjum, útsvari og fasteignaskatti, framlögum til dæmis úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga, öðrum tekjum, launaþróun, breytingum á lífeyrisskuldbindingum, öðrum kostnaði og fjármagnsliðum. Við gerð efnahagsreiknings jafnframt stuðst við fjárhagsáætlun næsta árs. Farið verður yfir 3 ára fjárhagsáætlun 2024 til 2026 að öðru leyti milli umræðina og hún lögð fyrir bæjarstjórn við seinni umræðu fjárhagsáætlunina. Vilja bæjarfulltrúar taka til máls í þessu lið? Svo ekki. Þá greiðum við atkvæði að vísa þessari 3 ára áætlun til seinni umræðu í bæjarstjórn þann 1. desember. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja að gefa frá sér merki. Það eru 9 bæjarfulltrúar. Næsta mál á dagskrá 3. liður sem umræða samgöngumál. Njáll Ragnarsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, það dylst engum að það komin vetur í Vestmannaeyjum og þá kemur upp sú staða oft á tíðum sem við þekkjum vel sem hér búum og það eru frátafir á siglingum til Þorlákshafnar. Þetta orðið alvarlegt og ítrekar í rauninni þessi staða þá kröfu sem að bæjarstjórn hefur farið fram með á undanförnum árum að það verði farið í það verkefni að gera úttekt á Landeyjahöfn þannig að hún geti þjónað sínu hlutverki allt árið kring. Þetta eitthvað sem við höfum talað hér og munum halda áfram að ræða og ræða við stjórnvöld þannig að við getum minnkað þær frátafir sem verða á siglingum vegna óhagstæðra veðurskilyrða, við getum orðað þannig. Og
svo höfum við náttúrulega og bæjarfulltrúar úr öllum flokkum og tala fyrir því að það verði farið í það að kanna hvort að það sé mögulegt að gera jarðvegtengingu hér á milli lands og eyja og ég held að það sé eitt af því sem við eigum að fara af stað með á næstu svona misserum og næstu vikum að nefna það við innviðaráðherra og framkvæmdavaldið að fara í þetta af einhverju alvöru að skoða hvort að það sé ekki hægt að klára þessa rannsóknir. Og það mikill áhugi kominn á samfélagið og ég held að við séum þeirra gæfu aðnjótandi að vera með forsvarsmann úr Ægisstyrum hér í bæjarstjórn sem að þekki þetta mál náttúrulega mjög vel inn og út. Ástæðan fyrir því að ég vildi koma hérna upp og ræða þennan lið hérna í dag er sú staða sem að hefur verið núna eftir að nýji Herjólfur fór í slipp og þá er okkur skaffað hér varaskip sem að var tekið úr umferð fyrir 3 árum síðan af þeirri ástæðu að skipið hentar ekki til siglinga í Landeyjahöfn. Það var farið í það að búa til sérstakt skip sem var sérstaklega hannað til siglinga í Landeyjahöfn til þess að leysa gamla skipið af hólmi. Og við þessu þurfti að bregðast með því að kalla fram aukna dýpkun í Landeyjahöfn og dýpka töluvert meira heldur en þörf er á svona eðlilega. Útboðið var gert með þeim hætti að það var meiri kröfur tækjabúnað, tækjakost og afköst á dæluskipinu. Þannig að það var ekki vandamáli en aftur á móti að þá, eins og ég segi, þá kom upp svo staða hérna daginn að skipið hreinlega getur ekki siglt inn í Landeyjahöfn eins og ég segi áðan, það ekki hannað til þess og þarf því að sigla í Þorlákshöfn. Þannig að maður velti fyrir sér hvort það ekki hefði verið skynsamlegra að varaskip Herjólfs væri skip sem að gæti með betri hætti siglt inn í Landeyjahöfn heldur en sá þriðji. Auk þess kemur upp, náttúrulega skipið í Færeyjum og þar við siglingar, kemur hingað til lands og bilar og þá kemur náttúrulega ljósa og eins og allir vita að þetta 30 ára gamalt skip og þannig að þessi staða hún ekki á nógu góðum stað og við verðum að koma því á framfæri við samgöngu yfirvöld bæði við ráðuneyti og vegagerð að það óboðlegt að 4500 manna samfélag búi við á undanförnum vikum og meðan að nýr Herjólfur í slipp að þá búum við svona ástand. Það mjög bagaleg staða sem upp komin. Og á sama tíma að þá erum við heldur ekki með neinar flugsamgöngur við Vestmannaeyjar sem að gríðarlega alvarlegt. Og ég veit það að bæjarstjórn, bæjarráð, bæjarstjóri hafa verið í samskiptum við innviðaráðherra síðan í sumar það að þessi staða komi upp í haust. Þegar að nýr Herjólfur fari í slipp þá kemur skip sem leysir hann af og það verða frátafir á siglingum og þá sé það mjög mikilvægt að það sé áætlunarflug á milli lands og eyja. Og því miður síðan í sumar að þá hefur bara, og það skal bara segjast hreint út, það hefur ekkert gerst í málinu, ekki neitt. Við búum ennþá við það að það ekkert áætlunarflug til Vestmannaeyja, við búum ennþá við þá stöðu að þegar að Herjólfur sá þriðji bilar hér og liggur hér bundinn hálfan dag held ég nærri því við bryggju og getur ekki siglt neitt, þá algjört samgönguleysi við Vestmannaeyjar. Og þetta bara grafalvarleg staða og ég þekki ekki til svona stórs sveitarfélags sem býr við þetta ástand að hafa eina samgönguleið frá sveitarfélaginu sem að tengir það við önnur sveitarfélag og skip sem okkur skaffað sem að síðan bilar og bara úr sig gengið og það verður bara að segjast, hann hefur þjónað okkur vel þessi ár sem hann gerði en það algjörlega óboðlegt hvernig staðan sem í samgöngumálum og ég vil bara opna á þessa umræðu og veit að bæjarstjórn búin að koma sér saman um bókun í málinu en þetta eitthvað sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson, bæjarfulltrúi. Eyþór Harðarson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Forseti, góð bæjarfulltrúar. Já, samgöngumálin eru fastu liður á bæjarstjórnarfundum hjá okkur og ekki af nema bara út af því að það er alltaf fullt tilefni til þess að ræða það. Við erum að segja yfirleitt mikið það sama, en það sem er stóra málið í mínum huga í dag er að við þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að reyna að koma á að það verði að veruleika áætlunarflug milli lands og eyja. Það er stærsta máli sem við þurfum á að halda í dag. Landeyjahöfn, hún er bylting og ég er ekki sammála svona, hvað maður segja, röddum sem að hafa svona verið ekki hér inn í bæjaráði eða bæjarstjórn heldur svona út í bæ þar sem að samgöngurnar hjá okkur hafa ekkert þróast síðustu áratugina. Þetta er Landeyjahöfn er bylting en bara yfir stóran hluta ársins. Hluta ársins er hún ekki að virka og þar að leiðandi erum við komin þá í gamla farið, það var í Þorlákshöfn yfir erfiðasta tíma vetursins og með þessu nýja skipi sem er hannað fyrir samgöngur við Landeyjahöfn þá er það bara staðreynd að þetta skip er ekki hentugt í siglingar í vondum veðrum í Þorlákshöfn og enda hönnunin ekki miða við það þegar það var smíðað. Þannig að áherslan okkar hlýtur að verða við innviðaráðherra að hann hjálpa okkur við að byrja með áætlunarflug milli lands og eyja og að sjálfsögðu höfum við talað að lágmarki yfir þennan vetur, hávetur frá nóvember til mars, apríl meðan að við eigum að hættu að höfnin í rauninni er bara lokast út af veðrum og ég hef samt fulla trú á því ef að það kemur hérna flugfélag sem er með mikla markaðsaðstöðu kannski í flugi á Íslandi að þá sé alveg að markaðssetja flugi til Vestmannaeyja þannig að það virki allt árið og sé bara eftirsótt að sinna þeirri leið því að þegar maður spyr sig sko þegar við heyrum af þessum 100.000 túrista, ég er ekki með tölun á hreinu en ef við erum að tala 1 milljón til 2 milljónir túrista á ári á Íslandi. Það segir manni að það er þá örugglega 100 til 200-300.000 manns á ferðinni hérna í hverju mánuði. Þá trúi ég ekki öðru en að það sé markaði fyrir að selja hérna 30-40 sæti í dagsferði til eyja með flugi og ef að þetta er gert af einhverju alvöru. Eins og þetta var gert síðasta vetur, svona það sem var verið að koma með einhverja svona neyðarrettingar, það sem er 1 flug á dag, í 2-3 daga í viku. Þetta mun bara verða til þess að fólk segir já það var enginn að nota þetta og þú veist það þarf ekkert flug til Vestmannaeyja en ef þetta á að verða notað þá þurfum við að sjálfsögðu flug að morgni og tilbaka seinnipartinn í lok dags stóra hluta vikunar þar sem að fólk veit að þetta sé svona inn í samgöngu pælingum eyjamanna og sé einn af valmöguleikunum eins og þetta hefur verið þá auðvitað horfir fólk ekki til flugs þegar það kemst ekki fram og tilbaka sama dag. Þannig þetta var það sem ég vildi svona segja í þessar umræðu. Takk. Takk fyrir Eyþór Harðarson, bæjarfulltrúi. Það fleiri sem vilja ræða þennan lið. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta. Alveg hjartanlega sammála því sem að hér hefur komið fram. Við þetta vil ég bæta að vegna þess að þær lausnir sem við höfum í þessum afleysingum það kemur að skipaleiðin okkar hérna á milli þá eyddi undirritaður 10 klukkustundum í gamla Herjólfi í 2 ferðir nýlega. Fyrr í 7 klukkutímunum eyddi ég vegna vélabilunar sem var svo sem ekki að gera en var auðvitað viðbúið vegna þess að skipið er gamalt og löngu úr sér gengið fyrir þetta tiltekna verkefni og passar að sjálfsögðu ekki höfnina eins og við vitum. Og í bakaleiðinni þá þurfti ég að fara í það sem mér þótti allan að vera blíðskaparveður aftur til Vestmannaeyja
í gegnum Þorlákshöfn, sem nú svo sem ágætt, það ágætt að fara þar í gegn, en það var vegna öldulengdar, sem náttúrulega enn eitt hugtaki sem við þurfum að temja okkur, og eins og oft hefur komið fram eitthvað sem að börn í Vestmannaeyjum þekkja bara nokkuð vel og betur heldur en jafnvel fræðimenn. Þar til viðbótar vert að nefna það að á meðan við þurfum að styðjast við gamlan Herjólf þá upplifum við hér þjónustu skerðingu vegna þess að það fækkar ferðum úr 7 í 5 og það atriði sem að ekki nægilega gott. Þar fyrir utan erum við náttúrulega líka að horfa á það að sumarið verður flöskuháls eða allavega ákveðni punktar þar. 1/3 þeirra ferða sem fullt í fyrir fólk yfir sumartíman má rekja til ferðamanna sem koma hingað, sem eitthvað sem við viljum náttúrulega fjölga eins og við getum, en það bara eins og leið og við leysum eitt vandamál þá búum við til nýtt og það verður ekki leyst með einu skipi eingöngu. Þannig að á sama tíma og það gleðilegt að okkar ferðamönnum fjölgis og vonandi fjölga þeim sem mest, þá hefur það líka áhrif á ferðafrelsi heimafólks og mér veist á sama tíma og það leggur gríðarlega áherslu á það að við þurfum að ná inn þessu áætlunarflugi aftur og sem mestu af því vegna þess að því sem að sérstaklega við sumartíðin það mun þá auka í raun og veru með meiri ferðamannastraum, þá mun það klárlega hafa þau áhrif að það mun fjölga þeim vestmanningum sem mun nýta sér flugið yfir sumartíman. Ég held að það sé eitthvað sem mun koma til með að verða. Þá í raun og veru næsti liður að sjálfsögðu að hér verði skip eða verði fundið skip sem getur annað því að leysa Herjólf af og leið yfir svona þyngsta tíman þar sem þar sem mestu ferðamannastraumur að það geti siglt á móti núverandi Herjólfi. Og meðan að það í virkni og bara vonandi getum við byrjað sem fyrst, þá þurfum við náttúrulega að kanna fýsileika gangnagerðar hér á milli, hvernig sem það fer. Það klárlega samstillt átak innan bæjarstjórnar að berjast fyrir því. Og ég fann það vel þegar við vorum nú þessi ferð sem ég átti þarna tók mig 10 klukkutíma, þá var ég nú einmitt í ferðalagi með öðrum bæjarfulltrúum þar sem við hittum ráðamenn og ég get ekki annað sagt en að það hafi verið þrýst duglega alls staðar á það og ég vona að við verðum jafn samstillt í því áfram. Forseti, ég loki máli mínu. Takk. Takk fyrir, Gísli Stefánsson, bæjarfulltrúi. Fleiri sem vilja ræða þennan lið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir og áheyrendur. Já, samgöngumálin, sammála því sem hefur komið hér fram í máli bæjarfulltrúa. Þetta náttúrulega gagnvart fluginu algjörlega óþolandi og ólíðandi að sé ennþá í þessum farvegi og við séum ennþá í þessari stöðu. Það hafa náttúrulega orðið á þessari öld hafa orðið gríðarlegar framfarir í samgöngum við Vestmannaeyja, í sjósamgöngum þar að segja. 2010 var líkt og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson opnuð mikil samgöngubót fyrir Vestmannaeyjar sem var Landeyjahöfn og 2018 voru auðvitað það var náttúrulega skrifað svo undir í millitíðinni nýsmíði á nýrri ferju, Herjólfi 4 sem var nú mikið styrum í sveitarfélaginu en hefur sýnt sig og sannað gildi sitt og getu og einhverjir sem ætluðu aldrei að vilja sleppa takinu af gamla Herjólfi, Herjólfi 3 eru alveg tilbúinir að gera það í dag. Og svo var auðvitað annar mikilvægur samgöngu áfangi var þegar við náðum yfir rekstri ferjunar og bæði gátum með þeim hætti í rauninni bætt aðgengi íbúa að samgöngum án þess að þurfa að leggja út tugi þúsunda til þess að kaupa afsláttarkort af
skipafélagi, heldur að geta í rauninni vegna aðstöðu sinnar fengið afslátt af þeir sem eru með lögheimili í Vestmannaeyjum. Þannig að það var mikil bót og líka það að geta, við séum bara með þetta forræði á okkar höndum, getum brugðist við þegar áþarf að halda og ég tel að það hafi verið mjög gott framfarsskref. Hins vegar höfum við tekið skref aftur á bak í flugsamgöngunum. Það var auðvitað svo þróun með bættum samgöngum við sjó að fluginu hnignaði og tölurnar sýna bara hversu mikið notkunin, sérstaklega auðvitað heimafólks, minnkaði við þessa bættu samgöngur á sjó. En þetta er gríðarlega mikilvægur samgöngumáti. Og þetta er auðvitað ofboðslega mikilvægt fyrir atvinnulífið að þau geti fengið bæði mannafla, sérfræði, aðstoð sem er að koma ofan á landi, snögglega það er að vera að fá varahluti og annað slíkt í staðan fyrir að þurfa kannski að kaupa út fleiri klukkutíma sem eru bara í akstri hér á milli landshluta. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir lífsgæði íbúa að geta skotist þegar áþarf að halda, til dæmis að sækja sér læknisþjónustu sem er ekki því miður í boði hér heima í héraði. Og síðast en ekki síst er þetta auðvitað afskaplega mikilvægur samgöngumáti fyrir veika og aldrað. Af því að það er bara ekki fyrir alla að fyrir það fyrsta sitja hátt í klukkutíma, auðvitað hálftíma á bryggjunni að bíða eftir ferjunni, 40 mínútur borð og svo að keyra hátt í 2 klukkutíma til Reykjavíkur. Og það eru bara þess dæmi að fólk sem er í kannski ekkert svo góðu ásigkomulagi sjúklega þarf að komast undir til dæmis í aðgerð til Reykjavíkur, þarf að húka í bíl við ekki svo góðar aðstæður sem hefðu auðveldlega og hæglega verið sent með flugi. Og það sama á við fólk sem er verið að flytja hér af heilbrigðisstofnuninni, sjúklinga sem að undir eðlilegum kringumstæðum gætu farið með áætlunarflugi. En á meðan þarf að teppa sjúkraflugvélina í hefðbundna farþegaflutninga sem gætu vel farið með áætlunarflugi. Og þarna er líka þáttur sem að skiptir miklu máli. Þarna er líka kostnaður sem við erum sem að væri hægt að spara varðandi eins og sjúkraflugið og annað. Þannig að það eru þarna, þetta er ekki bara svart á hvítu, það þarf að skoða þetta mjög heildstætt og ég er bara lýsi yfir miklum vonbrigðum á innviðaráðherra sem hefur bara komið og talað við okkur hreint og beint og sagst hafa skilning á málinu. Hann hefur komið hérna á fundi með íbúum og sagt að þetta væri á leiðinni. Og við sátum hér fundi í bæjarráði þar sem var talað að fyrir ári síðan að það var talað að hér næsta haust væri búið að bjóða þetta út, það þyrfti bara að fara fram þarfagreining og ekkert gerist, sama staðan er ennþá í dag. Og þetta er bara algjörlega óásættanlegt. Ráðherrann sagðist hafa skilning á þessu en hann virðist því miður bara hafa verið í orði en þarf að vera það á borði og við bara þurfum að skora heftarlega á formann Framsóknarflokksins að standa við gefin loforð. Takk. Takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem vilja ræða þetta. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek náttúrulega bara, þetta er eins og einhver halleluja-kór hérna, ég tek náttúrulega undir með þeir sem hafa talað hérna því þetta er bara mál okkar allra, þetta er mál samfélagsins og alla, það er ekkert þol gagnvart því að samgöngurnar hökti. Það má ekkert út að bregða tils við verðum öll sjúklega pirruð og við fundum það hérna í fyrstu vikunni þar sem Herjólfur 3 var í siglingum og þetta er auðvitað eins og búið að koma hérna fram. Það er auðvitað stórskrítið að bjóða okkur skip sem að passar ekki höfnina. Var gengið eftir því að það yrði dýpkað, það gekk svona en það er allavega eitt jákvætt að þetta skip er búið að sanna sig. Það tók 60.000 rúmmetra á mjög stuttum tíma. Ef við hefðum haft gamla búnaðinn sem var dísan, þá væru þeir kannski búin að ná 20.000 rúmmetrum og við varum bara með lokaða höfn. Þannig að við fengum það var mjög góð fundur í bæjarráði þar sem að Fannar sem er yfir þessu málun hjá Vegagerðinni fóru yfir þetta með bæjarráði. Þannig það er jákvætt en það er tek algjörlega undir það að þetta er ekki höfnum sem okkur var lofað. Ég meina, staðan var nú bara einfallega þannig að okkur var lofað því að það yrðu mjög litlar frátafir.
og það eru kannski frátafir hluta úr degi og svo leiðis, en það hefur ekkert gengið eftir. Við erum það er ekkert eðlilegt við það að 8 ára börn hangi á ölduspáni. Þú veist, verður Landeyjahöfn helgina, verður Þorlákshöfn. Ég er að meina að við erum með litla krakka sem kunna að fara. Þú veist, þetta eru öfga margar leiðir til þess að finna ölduspána. Þú veist, þetta er alveg leið. En sko, málið það, þetta er ekki höfnin sem okkur var lofað. Svo fer Herjólfur 4. í slipp. Það er ekkert surprise. Það er vist bara 2 skip reyndar í heiminum sem geta leyst Herjólf 4. af. Það er Röstin og það er Herjólfur 3. En ég þekki ekki þessa Röst, en það er eitthvað sem Vegagerðin þarf auðvitað að leysa. Það þarf að vera til skip sem getur sinnt þessari höfn. En bara það að við förum niður í 5 ferðir, þýðir það, þetta skip tekur sko 20 bílum færra í hverri ferð. Það eru 100 bílar í þessum 5 ferðum, pluss bílarnir sem við hefðum komist með þessum 2 sem er ekki. Og þetta er að hafa áhrif. Þetta er að hafa áhrif líka á atvinnulífið. Það er verið að sko reyna að láta vera í forgangi að fólk, ég meina við vorum með 2 skólafrí og ég veit ekki hvað inn í þessum dögum, verið að reyna að láta fólk ganga fyrir. Þannig þetta er bara óöryggi fyrir okkur öll. Og það er bara að því að komið hérna inn á flugið. Sko, ég meina, það var náttúrulega bara rosalegt að ríkisstyrkurinn skyldi hafa verið tekin af 2010. Höfnin var opin í 2 mánuði þangað til hún lokaðist. Rétt rúma. Hún lokaðist algjörlega fyrstu helgin í september. Hún lokaðist í fyrsta skiptið á sunnudeginum á Góslokunum eftir hún opnaði. Hún opnar í júní, sunnudeginum á Góslokunum, satt ég með forseta Alþingi sem var þá Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, var hér á 8 móti og hún horfði á mig bara bláeygð og sagði, býtu, kemst ég ekki? Ég sagði, nei, þú ert föst. Og mér fannst það bara allt í lagi að aðrir en við fyndu það að samgöngurnar væri ekki 100%. Og svo lokast hún náttúrulega mjög illa í september eins og við þekkjum, en auðvitað þá vorum við ekki með skip sem var hanna fyrir höfnina. En á þessum tíma hefur fluginu, því hefur hnignað, en þetta snýr auðvitað líka bara svolítið að frambóða eftirspurn. Leið og það fóru að vera fleiri ferðir, þó það væri Þorlákshöfn, þá fór farþegum að fjölga, að því við fórum að geta farið þéttar. Í fluginu leið og fór að fækka. Ég meina flugið að 2010 við komum inn, farþegarnir í fluginu fara úr því að vera sko í kringum 50.000, þá fara þeir bara í það þegar flugið, þetta reglulega áætlun hættir, eftir 8 mánuði voru 3.000 eitthvað farþegar. Þar var búið að skerða áætlunina, það var laugardagsflug farið út, það var ekki verið að fljúga fram og tilbaka og ég tek algjörlega undir með þegar var rætt hérna þeir sem að tala undan mér, flug fram og tilbaka er nauðsyn ef við eigum að geta nýtt okkur það. Ef það á að nýta þetta fyrir læknisferðir, á að nýta þetta fyrir vinnuferðir, ég tala út frá sveitafélaginu, við sendum fólk ekki annan leggi með flugi og hinn með Herjólfi sko. Annarkvort fer fólk fram og tilbaka með skipinu eða fram og tilbaka með flugi. En þetta er sameiginlegt verkefni, en listin er alveg klár. Það er það að klára þessa úttekt á höfninni. Við verðum að láta klára hana. Hún er undirbúningurinn og ég segi litla úttektin er búin, það er búið að marka það sem þarf að gera. Það þarf að ríkisstyrkja flugið hérna, það er algjörlega ljóst og það er hárrétt sem kom fram í máli Hildar Sólveigar Sigurðardóttur, það er búið að segja að þessi fullu skilningur. Það er búið að segja að það verði. Við bara með þess að heldum þetta að vera klárt. Vorum að fundum hérna í sumar þar sem við heldum þetta að vera að koma. Og það er eiginlega ótækt hvernig það máli statt. En það er samt sem áður búið að segja að það verði næsta haust, en það er okkar að ýta á eftir því. Það er algjörlega ljóst. En við þurfum það og við þurfum að láta klára rannsóknir á göngum. Að því til þess að við getum tekið ákvörðun næstu skref í samgöngumálum Vestmannaeyja, þarf skýrslan að liggja fyrir úrbæturnar á Landeyjahöfn og það þarf að liggja fyrir fýsileikakönnun og rannsókn á því hvort að það sé hægt að gera þessi göng. Ég er algjörlega viss um það að þau eru þjóðhagslega hagkvæm. Ég meina, ég fór fyrir ég var fyrir eftirlitsnefndinni, ekki eftirlitsnefnd, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hjá Alþingi, það var að fjalla skýrslu Ríkisendurskoðunar Landeyjahöfn. Og ég bara var að koma þarna sem fulltrúi notendaþjónustunnar, að hafði enga aðkoma að þessari skýrslu og voru svona að spurja mig út á suður, en þessi skýrsla er ótrúlega merkilega því leytinu til að höfnin kostaði 3,1 milljarð, en það búið að kosta 3,3 milljarð að dæla sandi. Þessi kostnaður er ekkert að fara. Að því það er ekki nómer það að þetta er ekki höfnin sem okkur var lofað. Þetta skip getur kannski farið nær með það,
en það kostar gríðarlega peninga að halda henni opinni. Og það er það sem við höfum áhyggjur af, að leið og brælir, ég meina það átt að vera að fara inn lágmarki 3,5, jafnvel 4, það er bara ekki að gerast. Þannig það þarf að klára þetta, þessa 3 punkta og við bara þurfum að standa því saman sem erum hér og halda fólkinu við efnið. Ég tek algjörlega undir það, það er alveg þvílíkur skilningur á okkar stöðu, ofboðslegu skilningur á við þurfum flug, ofboðslegu skilningur á því að höfnin þurfa að vera betri. En svo bara einhvern veginn skilningurinn, hann dugir ekki fyrir því að höfnin sé opin, hann dugir ekki fyrir því að vera byrja að fljúa. Það þarf að fara að stíga einhver skref. Takk fyrir, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri. Fleiri sem vilja ræða þessi mál. Við erum með sameiginlega bókun frá bæjarstjórn sem hljóðar svona. Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir miklum vonbrigðum með stöðu samgangna við Eyjar. Öllum er ljóst að Herjólfur 3 hentar ekki vel til siglinga í Landeyjahöfn, en þrátt fyrir það útvegaði Vegagerðin skipið til afleysinga fyrir nýja Herjólf. Á sama tíma er ekkert flug til Vestmannaeyja og sú staða hefur komið upp að engar samgöngur voru í boði við Vestmannaeyjar. Er ég ekki að lesa rétt, Njáll? Okay. Þessum áhyggjum hefur ítrekað verið komið á framfæri við innviðaráðherra síðan í sumar, en þrátt fyrir það hefur ekkert orðið að flugi til Vestmannaeyja, en vonir voru sérstaklega bundnar við sérstaka aðgerð, meðal annars á meðan nýja Herjólfur væri í slipp. Bæjarstjórn ítrekar enn og aftur þá kröfu að ríkið styðji við að koma áætlunarflugi á laggirnar til Vestmannaeyja. Hagstæð veðurskilyrði í haust hafa komið í veg fyrir ófremdar ástand í samgöngumálum Vestmannaeyja, en óforsvaranlegt er að 4500 íbúa samfélag búi við jafn skertar samgöngur og raun ber vitni. Bókun lýkur. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar. Njáll Ragnarsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, það urðu á lokametrunum örlitlar breytingar á þessari sameiginlegu bókun og það var í fyrsta lagi að það lýsir bæjarstjórn Vestmannaeyja miklum vonbrigðum með núverandi stöðu samgangna sem að tekur þó ekki til þess sem að áunnist hefur og hefur verið farið hér yfir, og í öðru lagi að í restina þá er óforsvaranlegt að 4500 íbúa samfélag búi við jafn skerta samgöngur raun ber vitni og í raun hafa hagstæð veðurskilyrði komið í veg fyrir ófremdar ástand í haust þá. En að öðru leyti þá bara þakka ég fyrir umræðina, hún er búin að vera mjög góð og það er alveg ljóst að það er einhugur í bæjarstjórn í því að berjast fyrir þessum málum áfram og við þurfum að fara sameiginlega í það verkefni að þrýsta á innviðaráðherra og svo sem sama hvar hann er í flokki. Takk fyrir, Njáll Ragnarsson, bæjarfulltrúi. Einhver sem vill bæta við þetta? Ef ekki, þá færum við okkur yfir í 4. mál dagskrá. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja, nr. 371, liðir 1 til 5 og 7 til 8 liggja fyrir til upplýsinga, en liður 6 liggur fyrir til ákvörðunar. Liður 6. Erindisbréf til fulltrúa í ráðum samkvæmt bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar. Lögð fram drög að erindisbréfum fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði. Erindisbréfin eru unnin í samræmi við bæjarmálasamþykkt sem samþykkt var árið 2020 og viðauka 4 með samþykktinni. Niðurstaða: ráðið samþykkir fyrirliggjandi erindisbréf og vísar erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Ef ekki, þá ætla ég að biðja þá bæjarfulltrúar sem gefa samþykki að gefa merki. Það eru 9 bæjarfulltrúar. Þá koma 5. mál á dagskrá.
Það er fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja númer 3179, liðir 1-4 liggja til upplýsinga. 7. mál er fundargerð framkvæmda á Hafnaráðs Vestmannaeyja númer 279, liðir 1-3 liggja fyrir til upplýsinga. 7. mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja númer 372, liður 1, deiliskipulag miðbæjar liggur fyrir til afgreiðslu og umræðu. Þetta er komið frá skipulagsfulltrúa og ég ætla að lesa innbókun og afgreiðslu fundarins. Deiliskipulag miðbæjar. Lögð fram að lokinni auglýsingu tillaga að breyttu deiliskipulagi miðbæjar reit sem afmarkast af Miðstræti, Bárustíg, Vestmannabraut og Kirkjuveg. Tillagan var auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þann 21. desember 2020 með athugasemdafresti til 31. janúar 2022. 2 athugasemdir bárust, Ívar Atlason, HS Veitur HF, Bryndís Guðmundsdóttir, Vestmannabraut 28. Niðurstaða ráðsins. Ráðið samþykki breytingartillögu deiliskipulags samanber ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falið að svara athugasemdum í samræmi við greinargerð skipulagsfulltrúa. Vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar. Bókun frá fulltrúa D-lista. Við gleðjumst yfir því að komið sér skipulag á þessu mikilvæga svæði en ítryggum fyrri bókanir okkar í málinu. Undir þetta rita Jarl Sigurgeirsson og Margrét Rós Ingólfsdóttir. Orðið er laust ef einhver vilja ræða þennan lið. Ef ekki, þá skulum við þeir bæjarfulltrúar sem gefa samþykki gefa frá sér merki. Það eru 9 bæjarfulltrúar. Liður 2 liggur fyrir til upplýsinga og þessari fundargerð. Þá er það 8. mál, fundargerð fræðsluráðs Vestmannaeyja nr. 364, liður 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. 9. mál, fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráðs Vestmannaeyja nr. 284, liður 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. 10. mál er fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja nr. 3180, liður 5, stytting vinnuvikunar í kjaramáli liggur fyrir til umræðu og afgreiðslu. Ég hef óskað eftir að víkja fundi í afgreiðslu þessa máls og fætti Hildi Sólveigu Sigurðardóttur bæjarfulltrúa sem hefur lengstu setu í bæjarstjórn til þess að afgreiða þetta mál á meðan samkvæmt bæjarmálasamþykkt. Takk fyrir það. Ritari ég óska eftir því það verið fært til bókar að varaforseti og bæjarfulltrúa Helga Jóna Harðardóttir víkur af fundi við afgreiðslu þessa máls. Ég ætla að fá að lesa innbókun við þetta mál úr bæjarráði. Hún er svohljóðandi. Samkvæmt kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna félags grunnskólakennara styttist vinnutími kennara frá og með 1. ágúst 2022 til og með 31. júlí 2023 sem nemur 13 mínútum á dag með 40 stunda vinnuviku að jafnaði yfir árið. Markmið vinnutímastyttingar er að stuðla að umbótum í skólastarfi, bæta vinnustaðamenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að draga úr skilvirkni og gæðum í starfsemi skóla, tryggja betur gagnkvæman sveigjanleika og stuðla þannig að bættum lífskjörum. Lögð var fram tillaga sem samþykkt var með 85,4% atkvæða kennara við Grunnskóla Vestmannaeyja. Tillagan gerir ráð fyrir vinnutímastytting verði tekin út á eftirfarandi dögum með við starfshlutfall. Kennarar velja hvaða daga þeir taka í samræmi við starfshlutfall. A. Föstudagur 16. desember heim að kennslu lokinni, hálfur dagur. B. 23. og 24. febrúar, skertir dagar, hætt klukkan 11:30, 1 dagur. C. Öskudagur, uppbrotsdagur heim á hádegi, hálfur dagur. D. Starfsdagur 21. apríl, heill dagur. E. Skólaslit heim af þeim loknum, hálfur dagur. F. Hægt að semja við skólastjórnendur að taka út styttingu án þess að skerða kennslu, hálfur til 1,5 dagur. Skólastjóri GRV mun halda utan framkvæmd styttingar kennara. Niðurstaða. Bæjarráð samþykkir tillögu að styttingu vinnutíma kennara samkvæmt ofangreindu að því til skyldu að framkvæmd vinnutíma styttingarinnar verði gegnsæ og ábyrg. Er einhver sem vil ræða þennan lið sérstaklega? Ef ekki, þá óska ég eftir að bæjarfulltrúar gefi samþykki sitt með handauppréttingu þeir sem eru þessum lið samþykkir. Það er hér samþykkt með 8 samhljóða atkvæðum og 1 bæjarfulltrúi situr hjá. Þá er þessi... Nei, afsakið víkur fundi. Þá hef ég klárað þennan lið, þannig að ég býð Helgu Jóhönnu að
koma hér aftur og taka við stjórn fundarins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi. Þá er það liðir 1-4 og 6-9 þessari fundargerð en þeir liggja fyrir til upplýsinga. Þá er það 11. mál, fundargerð framkvæmda Hafnaráðs Vestmannaeyja nr. 280, liðir 1-3 liggja fyrir til upplýsinga. 12. mál, fundargerð Bæjarráðs Vestmannaeyja nr. 3181, liðir 1-2 liggja fyrir til afgreiðslu og umræðu. Umræðan var tekin undir fyrsta og öðrum lið á fundinum og gerir forseti ráð fyrir að umræðan sé tæmd nema einhver vilja taka til máls. Svo er ekki, þá göngum við til atkvæðagreiðslu og biðja bæjarfulltrúa að gefa merki sem samþykkja. Það eru 9 bæjarfulltrúar. Þá er dagskráin á þessum fundi tæmd. Ég vil þakka fundamönnum fyrir góðan fund. Næsti fundur bæjarstjórnar verður 1. desember klukkan 17:00. Ég segi fundi slitið klukkan 19:27. Sko.